Hlaðvarp FM 95 Blö. Það stóra spurningin, are you ready now? Klukkan orðin 4, það föstudagurinn, hvað 27. júni og FM 95 Blö hefur hafið göngu sína í beinni útsendingu frá Keiluhöllinni. Auðun Blöndal heiti ég og mættur aftur eftir, hvað ætli þetta séu, 3 eða 4 vikur í fríi og það fullu bátur við hliðina á mér, hann oftast beint á móti mér, hann situr ansi nálægt mér núna, fyrirliði þáttarins, Egill Einarsson, hvernig ertu? Já, ég hef ekki verið betri. Þú ert búin að vera að standa vaktina fyrir okkur. Já, ég hef búin að vera að mæta þarna fyrstu dögum. En svo sannur fyrirliði. Já, ég meina, ég hefði ekki að tekið frí. Já, ég hugsaði með, strákarnir eru uppteknir fyrir að taka upp amazing TV series. Ég ætla ekki að klikka. Ég mætti með Fat Richard og Kolb og Cocksucking Joe. Það var helviti gaman á. Ég veit nú ekki hvort sé að það kalla Rikka Fat Richard, hann setur nú einna rétt hjá, en hann ekki orðin Tat Richard? Hann komið rosalegt húflúr, maður. Sko, Rikki komið með a sleeve. Já. Sko, hann var sexy fyrir. Sko, ef Rikki væri ekki með konu, hann geti gengið bæinn buxnalus. Hlutabréfin hafa hækkað gífurlega mikið. Það verðum að tala já, þetta grínast, hann komið með slíf, hann með í hvítu gallabuxunum og bimmanum. Og 500 hestafla bimmi og slíf. Hlutabréfin hækka í honum. Sko, fyrsta sem maður myndi hugsa þegar maður sæði Rikka í dag, þá myndum ekki hugsa að hann væri að selja auglýsingar fyrir FM, heldur að hann væri að selja eitthvað allt annað. En akkurat núna situr hann beint á móti okkur í joggingbuxum og skoplar rest úr einhverjum shake. Þetta lítur ekki. Hlutabréfin að falla hratt líka, sko. Mjög gott, þú sér það ekki live núna á Instagram eða í sjónvarpinu, Rikki. Þú getur fengið Rikka ef ykkur skuldaði pening og það ringir bara Richard. Það mætti bara bimmanum með slífið og... Ég meina, hann þarf ekki að segja neitt, hann með slífið og allt frá, það allir hættir. En beint á móti mér situr, hvað það, markaskorari, FM 95 Blö. Það var ekki Guðfæðurinn? Guðfæðurinn? Já. Guðfæður Sundlöðana, Steindi Junior, hvernig ert þú? Guðfæður Baðvarða. Ég fyllandi góður og fróðandi fyrir þetta. Gott að heyra. Ég það, sko, eins og þú sagðir, við náttúrulega erum bara að koma út hörn. Já, við vorum satt alltaf að ræða í tökunum að það maður föstudagar urðaðans öðruvísi þegar maður ekki að leiðin útvarpið, ég sakna það, sko. Já, ég ger það líka og ég hef nú alltaf heiðarlegur í útvarpinu. Já. Ég er með bjór. Já. Og við erum allir með bjór. Já, við erum bara í Keiluhöllinni. Ískaldan Túborg hérna. Þetta svona jákvæðið þegar ég heyri sko að við séum live í Keiluhöllinni sem náttúrulega, þeir eru að styrka þáttinn. Já. Og bara, Guð blessi Sítjó fyrir að gera það ennþá eftir hvað við erum búin að drulla mikið yfir hann. Það lakka alltaf í mér. Ég sjálf það fengi mikið í magan og þegar kostandinn af þættinu kom inn og einhver í krúinu, við nafngreinum ekkert og við dæmum ekki, það var einn af okkur sem var búin að fá sér aðeins svo mikið í þeim þætti. Vöðvingin. Nei, það skiptir, við þurfum ekkert að nafngreina það. Nei. Og fyrsta sem hann sagði þegar hann sá kostandun á þættinum okkar, nei, Cocksucking Joe, hvernig ertu? Í beinni útsendingu í útvarpinu. Það rosa margir kostendur sem hefur sagt, herru, ég hef lítinn húmor fyrir þessu. Já, grínast, það eru margir sem bara, herru, ég er að styrkja þáttinn. Þú talar ekki við mig. Það er út af mér að þið eruð í loftinu og þú segir að ég sé Cocksucking Joe í beinni útsendingu. Skrítið að sjá ekkert og segja, nei, Cocksucking Joe, hvernig ertu? Þetta er fast á honum í dag, hann er búin að... C-Joe er orðið svolítið fast. Já, C-Joe, fólki fara að stytta þetta. Já. Sem betur fer. Mér finnst það bara hljóma eins og hann er eitthvað svona töff kall, eitthvað svona G.I. Joe kall, skilur. Ég hugsa bara eitthvað svona flott, C-Joe, mættur. Ég hugsa ekki að hann sé Cocksucking þegar ég heyri C-Joe. Nei, ekki, það skulle líka hætta að bláði. Já, ég skulle bara sleppa því, já, dreipum í það, dreipum í þessu. En það er nú ekki ástæðalaus að við erum í Keiluhöllinni í dag því að Sverrir Bergman og Halldór Gunnar eru mikið hér í kvöld og það er frítt inn, þannig að það ætti nú að vera Er byrjað að keyra í þjóðhátíðarþema? Já, þjóðhátíðarþema í kvöld hjá Svessa. Svo er Ingo Veðuguð og Bjössi Sax 10. júli, Jón Jónsson og Frikkidór eru 17. júli. Þetta er rosalega. Já, Sveppir með fullorðins og fjölskyldu bingo. Það er allt farið á fullt í Keiluhöllinni, það er bara þannig. Það er COVID er glemt hérna. Það er líka mjög gaman að vökva sig þegar menn Svess og Halldór Gunnar þeir eru ekkert eðlilega góðir í að ná upp góðri stemningu. Ég held að það sé bara fáir betri, sko. Fyrir allir sem að mætti eins og dönsku þegar eru þar í einhverja 6 tíma, þeir eru ekkert eðlilega góðir. Þeir eru líka lípa stórið, ég spila hvað sem þú getur rópað, beðið ykkur óskalög, Svestum áð, kann þetta allt. Svessi er bestur, það þarf að hella hans í Svessa þannig að byrja að syngja. Hann er bestur eftir þegar hann komið í það. Já, þegar hann má ekki vera mökkaður. Og hætti hann ofugsa hluti. Já, þegar hann er komin í nokkar drikki, hann hefur líka sagt mér, það eru margir söngurar sem er alltaf kannski smá eins og þjóðutíð. Þá hefur Sverrir Bergman, við þekkjum það, við erum alltaf að draga hann eitthvað út. Já, hann gerir ekki neitt. Hann gerir ekki neitt kvöldi áður, hann bara föstudagur, laugadagur, hann fer bara beint heim eftir gík að því að sunnudagurinn þá er hann að syngja mest og svoleiðis. Hann er rosa skynsam með þetta, en hann bara fattar ekki, hann er bestur eftir nokkar drikki. Og hann hefur alltaf sagt líka um mig að það er margir söngvarar sem er að liggja í einhverju engi fyrir stressaði með röddina.
Hann segir að vodka Red sé bestur rödd Vodka Red Bull. Vodka Red Bull. Það rosalega drikkur. Ef það einhver einhver að núta að hlusta þá mjög gott röddina. Já, kannski Vodka Red Bull fyrir Ég gleymdi að sé Joe senda maðan að það frí skot hérna Jagerhelgin í Keilhöllinni. Það frí skot á fös og lau. Verða menn konur í Jager? Þetta segir maður að menn verði konur í Jager. Millir 9 og 11, menn byrðir endast. Og ef það ekki sé Joe hafa vel af byrðum af Bara svo Kristján Nágrann aðeins komið í Jager. Bjarki litli mættur hérna og allt í rugli. Herru, já, ég var reyndar alveg til í að fá mér einn í Jager hérna eftir, ég veit ekki það. Það er eitt skot, það er frýtt. Það er frýtt. Það hefur að stoppa hana. Hefur þú séð bankabókinu hjá honum? Já. Manstu hvað hvað ætlum að bjóða upp á maður sjá? Launasti Á ég að lesa þessu blaði? Það hefur efn á einu skoti. Herru, ég ætla að vera með myndir fyrir Cass í dag. Ég fekk það á hatt. Herru, það er spurning sem tengist mitt hérna svestum af. Já, ok. Ég myndir yfir Cass. Já. Við erum með, mjög gaman að segja frá því að ég tók upp fyrir, það eru 2 vikur síðan ég gerði þetta. Þá vorum við tökum á Júragarunum og þá var ég að hlusta og þú varst ennþá með grínið á Sól og Hólm. Og maður var í graðast í Þróttarinn. Byrju, ennþá, er það eitthvað hættu? Já, ég veit það ekki. Nei, ég máli eina sem er pirrandi við Keilhöllinni núna er að ég sé ekki Þróttaramerkið. Ég hugsa allt Sóla að ég horf á Þróttaramerkið. Já. Og hann var vanur að hringja í þig og segja hvað hann var vel gráður á því. Alltaf á föstasmóti. Ok, og ég fór þetta, ég hlakka svo til að heyra þetta því að það eru 2 vikur sinni þetta að tekja upp. Ég laumast upp í vinnu, hringdi úr gemsanum og þannig að hann missi verið með tökum og allt, þannig að þetta var safe. Og hrindir ekki á FM-númerinu. Nei, og ég náði að plata hann þannig, ég spurði hann bara eitthvað eins og ég var að ræða ammali mitt og eitthvað og svo fór ég inn á bara, hvernig byrjaði þetta með að þú væri graðast eftir Þróttarann? Þetta er eitthvað, sagður eitthvað við Egil og væri vel graður á því eða eitthvað, hann bara, ert eitthvað röggva? Þannig að það sýndi að hér á eftir, það sem ég þóttist að heimskur að spurja Sóla hvort að hann var hér á eftir hann, það er góður klefi. Við erum með kortmyndur fyrir eitthvað spurningkeppni Gilsarans og við tóast að vinna með hvað? Hvað er þema? Við erum að fara, þetta er síðasti þáttu fyrir sumarfrí. Gleymum maður tekinn það. Við höfum alltaf verið í frí í júli, það breytist ekki núna. Já, við komum svo bara beint, hvað er það ekki alltaf bara Vestló? Það var alltaf verið Vestló helginu. Það er verið að neyða okkur félagarnir frí, sko. Okkur langar ekki frí. Við höfum að fara í frí, sko. En það verður búli okkur í frí. Já, vinnu okkarnir. Þannig að í rauninni hver er betri í fríinu sínu? Já, þetta er bara King of Sumarfrí. King of Vacation. Nei, sko, King of Summer Vacation. Já, ok. Og ég var að renni yfir spurningarnar hérna. Og það var þetta margir punktar eftir Summer. Hvað var þetta? King of Summer Vacation. Þetta er 50-50. Ég sé oft svona, það er ekki stendur af tagið í dag. Ég sé það ekki núna. Nei. En þetta er alveg titill sem að þetta er ekki að mókislegt og King of Perverts sem var þetta. Ertu slagur, maður hefur alveg brent sig á þessu áður að vilja vinna ykkur titill þegar maður heyri kepp. Ég vil ekkit, King of Perverts var monta með einhverjum til að spila betur hvað hérna King of Summer Vacation, já. Já, ef þetta er bara að fróa sér einhver staðar við rætur esjunar þá vill maður ekki vinna þetta, það er bara þannig. En við sjáum hvað gerist. Ég var með þegar Richard og Shea Joe voru, þá var ég með King of Being Horny in the Summertime. Það er hræðilegt, ég myndi bara ánæður að ekki verið það. Þið er ekki því, sko. Nei. Hver vann það? Hver var King of Being Horny in the Summertime? Hver vann það? Það gerir Richard ekki neitt það. Það er komið slíf, sko. Það er þetta rosalega. Já, það er svo horny move, sko. Þannig að maður girt niður þessi núna í bimmanum minna hlutan, sko. Það var að lappa þetta með dóttur sinni þetta á hann að borða shake, joggingbuxur, slakað á. Hvað gerðist þetta frá því að hann var með dóttur sinni að borða shake og lappa þetta í bíl? Herru, hvað er næsta dagskrá? Hvað kemur líka? Hvað verður líka? Hvað ætlaðu að bjóða upp á? Þetta hann má ekki vera bjór hérna í grið. Nei, það gengur ekki. Svo er það Fellow Kids. How do you do, fellow kids? Herru, sko málið er að þótt að við höfum farið í frí þá dritaðist inn alls konar frasar í How do you do, fellow kids og ég er með eitt ég er með eitt svo geggjaðan þetta eftir ég hlakka til að bera hann undir ykkur Blöð er mjög góður í því, hann er favorite ég er búin að vera að pakka svolítið saman Þið eru ekki jættiflega Blöð er rosalega góður Takk fyrir það, Eil, takk fyrir það Svo erum við með skellt á mig, við fórum í klefa við getum skellað á okkur við lendum á, það var skrítið síndar sem ég fekk ég get lofaði því að ég man ekki eftir fyndnari klefa og þegar síndar sem þú ringdir í það var gæi sem hann var hálfur úti í einhverju á að veiða þú ringdir í hann það var vesen Svo erum við með Sturla staðrindir sem er virtasti dagskráraliður FN95 blöð frá upphafi og fleira við erum bara í bullandi Þetta er pakkað, við þurfum að fara að byrja þetta Já, saknar okkur ekki Egill? Jú, sko, mér finnst alltaf Ég saknaði þín Já, ég hef alltaf mjög gaman að það er fulli bátur Við hittisfélagarnir, tökum einn jökul undirbúin radio, förum í radio Hvað meinar, við saknaði þín, segðu það bara móti Og ég elska Egill er held ég fyrir utan pappa minn
þá á engin erfiðar að tala tilfinningar heldur Nei, hann er heldur lokaður. Bara einhver sagði við hann í fertugsamlega og þótti væntum hann bara segja hættu, hann svo pabbi, hættu þessi, hvað vitleist þetta? Ég ætla að fara að ná núna í 3 jagabombur, sjá hvernig það verður rættir. Ég var stundum að leika bara í rúm á tenni, þá var ég að taka svolítið á pappa og voru ég og systur mínar. Sjáu, nú ætla ég að gera pappa vandræðarlegan, vorum út að borða. Ég bara, herri pabbi, ég segja ekki nú oft við, ég elska þig. Hættu þessari vitleysu maður. Hvenær fá hlustendur að heyra the story? Það er ofpersónlegt. Nei, setna. Já, ég get ekki farið að það. Einhvern tíma setna. Við ljúum aldrei að hlustendum. Nei, það er bara það samt finnast að sagða sem ég heyrt. Við getum sagt hvað hann gerði. Ég var að opna mig og pabbi hendi bara í svona minnstu fiðlu í heimi með tungun úti, bara hættu þessu væri. Ötti satt með honum og var að opna sig og segja eitthvað óða fallegt. Þá henda hann í minnstu fiðlu heims, spilaði svona á hana með tunguna úti. Hann nennir engu svona tilfinning. Hann nennir þessi ekki. Já, pakkaði mig saman, ég ætlaði alveg að hann fekk sér bara einn æris. Hann verður sér ekki tunnur að fæ sér bara bjór og æris. Dyrka kittablöð. En herru, værið þið til í besta lag allar tíma? Ég veit ekki hvort þið voru að spila þetta meðan við vorum í frí, en ég er ekkert hættur að opna þáttina á BOOM, Serbanum. Yes! Ösku trúsis í nóttinu. Það held ég fyrir að hlusta á FM 95 Blöð á FM 957 í beinni útsendingu frá Keiluhöllinni og já, Sverrir Bergman og Halldór Gunnar ætla að gera allt vitlaust í kvöld, þannig að ef þið eru ekki búin að plana föstudagskvöldið þá myndi ég kíkja í Keiluhöllina. Við lofum skemmtun hjá þessum tveim. En það ekki, drengir. Jú, 100%. Rétt. Já, en það er komið að slúðri. Er þetta brakandi fest erlendslúður eða? Já, það er ekkert íslenslúður þetta. Ekki það, nei. Það er allir búin að haga sig í COVID-röglinu, en ég á vona miklu rögli núna í sumar. Ég væri til í einhvern viðbjóð frá þér. En það kemur örgulega viðbjóður hérna, fyrsti þáttur í ágúst, ég get lofa því. Ok, en sko, ég ætla að byrja slúðupakkan á, nú ætla ég að spyrja ykkur bara. Ok. Þegar ég segi Queen Bee, hvaða söngkonu myndið þið halda ég að vera að tala um? Alltaf Beyoncé. Ég myndi segja Britney Spears. Er það? Ok, það er rifrildi í gangi núna. Þú sagði Beyoncé. Já, Egil sagði það er ekki að líka þeim saman strákar. Nei, ég er að sammála því, sko. En það eru báðar frábærar, en ekki, það er í sikkurri deildinni. Sko, það er smá beef í gangi. Og The Beehive sem að Beyoncé Celebrity beef. Smá celebrity beef. Því að Britney Spears, hún setti inn á hérna Instagramið sitt að to all my fans who call me Queen Bee, I believe this would be more accurate, og setti sjá hérna svona kórunu ofan á að Bee. Hvað er líkundur að ég hef giska á rétt á kóran? Þetta er búin ekki búin að segja mér að þetta er Britney, sko. Nei, en það er, ég held samt að halda allir að sé, sko, Queen Bee er Beyoncé. Það er ekki það Bo, þess vegna? Já, Queen Bo. Sko, hérna. Hérst það eru Queen Bo. En ég máli ég hef alltaf verið harðari Britney, maður, sko. Mér finnst Beyoncé frábær. Ég kalla það náttúrulega Britney Blöndal árið 2000, en ég er meiri Beyoncé maður í dag. En Beyoncé má sápu þó mig í þessu bífi. En bífið kemur í rauninni samt ekki, ég er að lesa þetta betur, það kemur ekkert endilega frá Beyoncé, heldur öllum aðdáendum hennar, því að það er víst að versta sem hún lendir í, og ég fjallaði þetta áður í FM 95 Blöð, ef þú buggar er að segja eitthvað slæmt Beyoncé Knowles, þá færðu The Beehive á þig, þannig að bara öll Instagram hjá þér, það getur engin komment á að myndi hann eitt hér, því að það eru bara bíflugur. Þau taka á rústa social media hérna. Ná, Britney Spears ekki eitthvað svona following eða? Ég voru að segja, þá held ég að hún sé ekkert með mikið af einhverju svona hardcore. Jú, örgulega einhverju. Hvað meini, Britney, ég ætla ekki að taka neitt frá henni, hún er náttúrulega æðisleg. Hún náttúrulega er, já ég er að segja, hún er popstjarnan sem stoppaði við, gerði allt vitlaust. Við erum að tala um Beyoncé sem er bara, hún er bara Býtu hvað viltu meina að Britney Spears sé eitt fremsti listamæður, hérna bara, hún er við erum að tala um Beyoncé. Já, ekki Britney? Nei, ekki Britney, það er bara þannig, en hún er æðisleg, skilur við. En hvað erum við að tala um þá? Nei, ég nenni ekki, það er svo erfitt að tala við ykkur. Það er ekki hægt. Já, þú ert með mig núna. Steindi, þú sagt um mig cirka 40 sinnum að þú er repeatedly hreisti við videóinu þegar þú var í rauða gallanum hana, þú varst úlengur. Og ákváðu að greinilega að tala fyrir sjálfa þarna. Nei, þú varst í rauða gallanum hana. Það var alltaf aðeins. Er það? Gerði ekki annað að það var úlingur að horfa á vídeo með henni í rauðagur. Nú er hann allt í hálfviti. Það er náttúrulega ekki rétt. En var ekki líka bara ein stöð sem var að sína þetta?
Líka núna hún alltaf hálfviti. Þú sagðir aldrei hún verið hálfviti. Þú sagðir hún verið frábær en bara Ég sá hún verið frábær. Ég sé að Beyoncé með mikið fake followers sko, þegar hún með 149M á Instagram og Britney með 24,5M sem alltaf bara auðvitað keyptir followers á Beyoncé það meikar ekki sens að hún sé með 149M og Britney með 24. Ég Britney aðdáandi. Ég verði til að sjá henni í Vegas. Elskar vídeóðum var rauða draslinu. Já, ég elska þetta allt. Það var ekki upp á hlæði mitt samt. Það var I was born to make you happy. Ég elskar þetta allt. Ég var mikill Britney aðdáandi. Ég held að ég hef verið meiri Kristján Aguilera maður sem úlingur. Það var ég nefnilega ekki. Ég var alltaf ég manna samt ekki. Drifin að vídeónu var í bóksingum. Þú ert að tala mann sem hvað heldur ég að verið gaman 15, 16. Ég gæti ekki fucking ég fekk kjötbólu bara í pakningun í bónus á stampinu þannig að þú veist að það var bara allt einhvern meginn í lagi þarna en málega að sko, ég samt ekki að fara að hlaupa á kiftulestana í Agli. Akkur heldur hún sem kifta followers? Þetta Beyoncé. Akkur heldur hún sem svona lítil í sér að gera það? Það bara skrítið hvað hún miklu fleiri en Britney. Það hvað meinar það? Því að Britney Spears hefur ekki sést í 17 ár? Hún bara með sjó í Vegas í 12 ár. Britney greið ekki eins og henni sjálfur á það. Hún ekki sjálfur það. Hún gaf út síðasta lag sem hún gaf út til líklega stundum svona 98. Hún fekk hérna, var í 2 ár í Vegas eða eitthvað. Samt og það að vera að rakka hana niður. Ég ekki að rakka niður. Ég segi að hún sem 24 miljón followers finnst mér vera mjög mikið með hana. Þetta Britney. Þannig að Queen Bee hjá þér Beyoncé, Queen Bee hjá þér Britney. Já, eða Bo, hann held að það væri Queen Bo á hann líka. Svo það Miley Cyrus. Wow. Ég með fréttin henni. Rosalegu pakkis út með. Ertu með Wesley Snipes eða Kurt Russell í lokin? Það er bara aldrei að vita. En Kölkin, ertu með hann? En hlustiði nú, tónlistakonan Miley Cyrus búin að vera edrú í tæplega hálft ár. Já, hún var á dælunni. Hálft ár? Já, hálft ár, ég veit þetta engin rosalegu tími. Nei, mér finnst líka eitthvað skrítið þegar fólk alltaf, hún var að skipta maka endalust og byrjandi með hinum og þessum maður og það var svona eitthvað dælulegt af þessu sko. Það var eitthvað svona góð bensínfíla af þessu. Eftir hún hætti með Patrick Schwarzenegger og lífur henni að vera down the shit. Var hún með Patrick Schwarzenegger? Hvað með það? Hvernig? Já, þau voru að deyta þessu. Nei, Patrick Schwarzenegger. Jú, bara að deyta þessu. Það hefur verið neyslan. Herru, guys, veitir hvað ég er að fatta? Ég er að fatta þetta núna. Hvað? Ok, hún er að deyta helvitis Patrick Schwarzenegger sem besti vinur Justin Bieber. Hann ekki besti vinur hans, hann bara hækjan hans að það, sama hvað hann er. Þau eru allir í einhverju grúpu, öll í fokkin neyslu á sama tíma. Er Schwarzenegger í neyslu? Já, hann er eini maður sem eftir að þegar þau voru dating. Já, ok, þau voru saman. En býtu, er hann búin að fara í Ástöðu byrjum Patrick og Miley hotni. Það voru En býtu, en ég er bara að gleyma, við erum bara svo lengi út að við erum að gleyma heilu dagskrá. En býtu, þið er ennþá að hugsa þegar Heat Machine var að trubla Patrick þegar hann var hérna chill í pottinum. Já, en eina sem þið eru að hugsa. Hvernig var það? Er hann búin að fara í kælingu og hoppa í hvítasloppin og fara í meðferðið? Nei, hann er reglumaður sko. Það er ekki ástæðan fyrir að Miley gaf hann bíóðið sko. Nei, Miley verið neyslu og besti vinnur hans. Miley rótir að kærustu með svo nærbuxum sko. En sko haldið Liam Hemsworth það er ekki tveir bestu vinnur, annar í bullandi neyslu og hinn ekki. Það meikar ekki sens. Miley Cyrus, hún fór í aðgerð á raddböndunum í nóvember og ætlaði því að taka sér svona smá pásu af cannabis og áfengi en svo leiðinni svo vel edru að hún hefur ekkert fengið sér síðan og þess að hún var edru í hálft ár. Þú ert ekki að vera að ljúga mér hún hefði verið í cannabis og áfengi. Hún var komin í hælinn, bensin í hælinn. Nei, bara papp, þeir eru bara löpar í göttuna skellilegandi í paparazzi. Og hvað? Ég held samt að hún hafi verið að fá aðstoð við að sprauta sig í hælinn. Hún var ekki bara í einhverju bjór. Heldur hann verið að draka bjór? Miley er með 111 miljón followers. Beyoncé er með meirinn hún. Það meikar til dæmis ekki sens sko. Akkur ekki, þetta er Beyoncé. Það meikar fullkomið sens. Rosalega skrítið. Þú er þetta vannmetaði Queen Bee. Þetta er eitthvað rugglaður. Þetta er Beyoncé. Ég get vannmetaði Britney Spears. Nei, þú ert bara að tala um einhverja neyslupöttur og haspins og við erum að tala um Queen Bee hérna. Hvað er að gerast? Ekki kalla þetta neyslupöttur og haspins. Það kemur óvart að Bo sé ekki með fleiri followers en Britney. Herra, svo er þetta DiCaprio. Svona til að toppa slúðubakkan. Já, hérna mínum upp á. Leo. Segðu eitthvað fallegt um hann. Já, þetta er fallegt. Hann er loksins bestu vinnur hans og fjölskylda vilja meina að hann sé loksins ástfangin og það sé komin alvara í sambandið hans. Hann er Hvað er þessi stelpa? 14 ára? Nei, hún er Hann yngir upp á hverju ári. Þau voru að fagna 23 ára ammaliðinnar núna á Snekkju í síðustu viku. Á Snekkju, draumar. Mér finnst þetta samt eitthvað svo skrítið þegar kallar eru, hvað er hann gaman? Er hann 22 ára aldursmunur, hann er 45 ára.
45, já. En sko, hann vanalega mjög sjálfstæður og eyðir miklum tíma með vinum sínum. En vegna útgöngubannsins þá hann aðaleitt tíma sín með Kamilu og þau elska að vera saman, segja vinir. Það verður hættu með henni í desember. Akkur? Því að þá hýttar hann einhvern sem 21 ás. Hann er með rotation system eins og til dæmis eins og Miley. En var það ekki Ég vona bara Alveg rotation system. Ég las einhvers staðar slúður eða hvort að þú sagðir þetta held ég í þættinum annarkvæmst sagði þú þetta í las einhvers staðar að því að hann er alltaf á rótir eins og Eil segir og alltaf yngju upp að hann lætur kærustuna sína skrifundi pappira að hann megi ekki tala hann eftir break-ups Já, það er eitthvað svo leysa gangi Ég vorkir hún mikið Það er nú einhverju warning bells $200 milljónir Ég tók það tilbaka, ég vorkir hún mikið neitt Nýjum fyrirsettum alltaf og tekja 3 mannar fresti Ég vorkir hún mjög mikið Það er ræðilegt líf En myndur þú byrja með einhverju maka? Það ná ekki nema $260 dollara En myndur þú byrja með Ég tók strax tilbaka, ég vorkir hún mjög mikið Það er ræðilegt líf En myndur þið byrja með stelpur En myndur þið byrja með stelpur sem væri með samning sem væri bara, heyrðu, Öddi ef við hættum saman, þá máttu ekki segja múkk mig neins væri það ekki bara, ok, þú ert ruggluð og ég ætla bara út það rosa skrítið að byrja með einhverjum og bara, heyrðu, hérna, þú ert að sign the paper ef við hættum saman, þá máttu ekki tala mig það er spes en, ég meina, þú ert ekki að fara að byrja með Leonardo DiCaprio, sko Nei, ekki ég er stærsta stjarnan í heimi það verður rosa skrítið að þú er bara eitthvað graður sundlaugarvörður að byrja einhvern að skrifa undir ef að Sigrún ætlar að fara að segja eitthvað mig ég ætla að mæta heim með pappír þú var sundlaugarvörður þegar þið byrjuðu samanlega vola þarft að tyggja þetta var slúðupakki dagsins við skuldum auglýsingar og svo er verið að fara í símtal og Sóla Holm sem við tókum daginn Hlaðvarp FM 95 Blö Þetta er fyrir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 fyrsta sinn í langan tíma sem það er fullu bátur við stendur búnir í tökum á Eurogarðinum og við lofum eiginlega bara veislu í haust ég er að vera ógeðslega skemmtilega það er líka margir alltaf að spyrja okkur hvena serín er sýnd er ekki alltaf lægja 29. september er ekki búin að negla það? Ég held að sé búin að negla það 29. september ég fekk preview á hann þetta lofa mjög góð þetta var high quality shit ég sýndi allir trailer sem var sýndur í rappartíðinu á þriðjudaginn og ég hef alveg verið brattið það tatti eiginlega kasinoblöð hjá mér á þriðjudaginn málega er að í þessu rappartíði blöð það datt inn dark blöð já svona aðeins í restina ég veit ekki það var svo búið mikið álag og þreytla þú mátt alveg vera fullur rauður ég elskar fullur rauður ég elskar með blöð í kasino að vera vel og lesi við dílinu það finnst alltaf veitar allt er að framleiðandar af seríunni sem er edru hann er búið með sinn skamt hann var að drekka Pepsi Max ég var að tala við hann og Öddi sagði koma á hann og sagði bara þú veist að þú er búin að vera þetta skammar og allt niður þau fara nú að slaka á þessari drikju tók Pepsi Max dósina svo hendinni og helst actually að hann væri mökk þetta var eitthvað tengt öðru sem við getum ekki fyrir að ræða í útvarpinu það var tengt ég var að sjá hann ætti að fara að gera svolítið sem að hann var meðiblóndi já ég leta hann að segja það en það er komið að kortmutru frekar hér í FN 95 Blö og já, er þið tilbúinir? Ég er með 3 ár, ég er síðan þetta í dag Já, við erum klárir Fyrsta spurningin Kortmutru frekar Láta pabbi ykkar alltaf skipta á ykkur eftir puð-puð í 1 ár eða vera með kláðamör í 1 ár Ég hugsa sko strákar ég held ég kláðamör er viðbjörn þegar þú ert með hann að kláðamör er hann allstaðar á þér er hann til hann manni er eitthvað ógeðslegra heldur en að vera alltaf að klóra sér sérstaklega ef menn eru er hann út allt á þér er hann á tippin á manni það verði ég að vita ég bara veit það ekki ég hef ekki fengið kláðamör en ég myndi halda það já því að þú veist sko og það þú ert að brenna öll föt og bara sænguföt og annað þetta er bara eins og að fá sko bad bugs líka svo leiðis þetta er það sama þetta er kláðamör hvað er þetta lengi hvað er lengi með kláðamörinn kláðamör í 1 ár eða láta pappa hann alltaf skipta á þér í 1 ár þú ert búin að sko áskonsept þetta er áskonsept það er rétt við þeir þú þarf ekki að svo leiðilegt að svo þreytt að þurfa að keyra allavega til pappa að láta þegar þið þarf að kúka og kúki bleiu og líka á þínum mataræði þú ert að kúka 6 sinum að dag eða ekki nei ég er að kúka ég hef stundum farið alveg 4 skipti eða eitthvað ef ég borða sterka mat og heldur að pappiðina önnum margt annað að gera það ekki hann það bara hætti í vinnunni ég sko við getum orðað þannig að við höfum keypt klósettpappír heim svona bara úr búðinni og hann hefur verið bara búinn degi seinna þú ert eini maðurinn á Íslandi sem skeinir á þess að vera búin að gera neitt nei já sko það taka eitthvað svitaskinn ég tek ég næ ekki ennþá ég tek ekki 10 ár ég skil þetta ekki ennþá já ég tek svitaskinnur það er bara öryggiskinnur en máli er eftir þá að tjekka hvort það sé skít ok það er svitaskinnur ég hef aldrei spurt þið það náðu úti já sko það er bara að maður verður að pissa já
þá nýti ég tíman og Er það skildi verið eitthvað? Nei, þá bara sko Það ertu að taka svitan? Þá bara tek ég basically bara krumpi tvöfaldar lótus, bara svona eins og lótusblóm, krumpi kúlu, tek bara eina skeinu og þú oft séð mig gera þetta. Já, en af hverju ertu að þessu? Ég hef aldrei náð að spyrja það út í það. Hvað af hverju kallar þetta svitaskeinu? Ertu að taka svita á rassinu? Já, sko, málið er að já, ég er svona Svitnar þú svona mikið? Nei, ég gerir það ekki heldur. Þetta er ekki bara kækur. Ein spurning Skrítin kækuð maður. Hvar hefur Öddi oft séð þig gera þetta? Ég stundum bara með Bara svona, förum að sig það Já, Við erum saman í drömnum Já, ég meina, já, Þetta er óþólandi Já, ég Mótnar stundum allt og seinu Þeir eru gitt saman ykkur hótelherbyggjum Nei, jú, en svo líka svona ef það er komið, ég viðkynna það bara því við erum í beinni, ef það er komið galsi í mig og menn eru konum við nokkri í blóðið, þá stundum svona hleypi ég mönnum inn og tekin að skilja. Ég er bara engan áhuga á því. En hefur ekki bara hætti því að læsa hörðinni, þú ert að hægja? Jú, en vitið hvað strákar? Sko, málið er það, mín rútína Hann á svo erut með breyt. Já, mín rútína er þannig Í 5 mínútur meðan hægir sér? Strákar, ég er ekki að kúka, ég er að tala skeinu. Já, ok. Sko, málið er, mín rútína er þannig, ég set sprengivörn onni, eins og allir gera. Ég gerir það reyndir ekki. Sprengivörn? Já, bara svo fáur ekki vatn á raskinina. Þú veist, þú setur sprengivörn. Þannig ég er ekki hissa að pappirinn hafi klárið svona snemma. Já, svo tek ég... Þetta er náttúrulega fyrir utan þegar þú ert í hínu, sko. Já, svo tek ég vibes. Ég hef þykkar vibes og vinn með þykkan pappir. Ég hef alltaf, sko, málið það, ég hef alltaf talað um að maður er ekki að spara þegar kemur á klósettpappír, rúmi og sjónvarpi. Þessi 3 hlutir verða að vera í lagi. Svo tek ég vibes, sturta niður, aðeins meiri vibes, sturta niður, stend upp, ein auka vibe. Jesus. Þannig er rútina mín. Ég þarf að svara hérna við spurningunni. Ef allir væri svo þú, þá væri The Rainforest búinn eftir svona 2-3 ár. Það er ekkert eðlilega hvað skeinið er mikið. Ég er að vinna í þessu. Og fyrir utan þegar hann nota pappirinn í heit. Akkur notar ekki The 3 T-shells? Það kann það ekki. Það veit ekki hvernig. Er það ekki Demolution með það? Svariði. Já, ég sko málega að kláðamörinn. Það er ekki til neinn verri tilfinning en að klæja. Þú veist, að þú ert ykkur stáð því klæjar að vera endalust í því. Það er ógislegt. Og þú veist, ef einhver talar lús fær mér að klæja hárið og minnst óþægilegt. Já, en ég minna, þú veist, þetta er ekkert hættulegt. Þetta er ekki, þetta er bara óþægindi. Og þú veist að því að þú ert með þetta sem er ógislegt. Ég er alltaf að biðja Friðjón sem upp í Ölgerð að hætta að senda mér SMS að biðja hann ósköndilega hafa mikið með titilinn, hann er púlari, ég er ekki verið að gera það. Það eru margir bara sendur, bara til lukku. Friðjón, heitur þetta að hlusta, grjóthaltu þið saman. En áttar hann sig ekki á því að það eru 2 Manchester United menni það og 1 grjótari Newcastle maður þetta. Grjótari Newcastle. Herðu, ætlið að svara þetta? Já, sko, ég segi skeinið, ég er með pappa, bleiður. Það hlýtur að vera. Steinþór, í staðið fyrir að klóra þér nokkuð sinnum á dag, ætla þú að halla þig fram yfir hnénaður, milli lappan á pappaðinum, meðan skeinir þér 4-5 sinnum á dag. Mér finnst það með þess að skárra en ég ímynda mér. Ég held ég væri eitthvað út í hotnarskúk í bleiu og svo þurfa að líka bakið mér. Akkur miskildi ég þetta þannig? Ég fær bara að halla mig fram. Þú myndir frekar láta pappa hans skeina þér eitthvað? Já, ég veist það er ekki kláðinn, það er að vita af því að ég með... Myndir pappi hann gera það? Já, ég held það. Sett hann að maur á mig í ár. Þú tekur maurinn? Já. Ég skal setja hann maur á því í ár. Svo er það næsta. Hvort myndir frekar vilja að færi mynd af ykkur væral á netinu þar sem að þið værið allsbyrjir en bara í vesti eða setja eða húðflúra dreka yfir allt bakið af ykkur. Það er auðvitað Steindór. Já, ég myndi taka drekan. Það er bara þannig. Já, auðvelt fyrir mig. Þú eru frekar að setja dreka yfir allt bakið af þér. Þeir eru bara, vitið þið hvað strákar? Á ég að segja ykkur eitt. Nú er ég búin að tala, ég er búin að rekast á. Ég ætla að vera heiðalög við ykkur. Ég er búin að rekast á búðari, bara kaupmenn sem eru með fatabúðir. Ég fengi það líka. Og það eru vinsalega fatabúðir. Og þeir segja við mig og þeir eru... Við verðum að hætta þessu. Nei, þeir eru... From the bottom of their heart sko. Þeir eru að segja, þeir verða að hætta þessu af því að sala á vestum er bara going down the sin. Það er bara sala á vestum er í rugglinu af því að þið eru að eyðileggja hérna alltaf í beinu út. Það er náttúrulega ekki öll vesti eins og vesti sem þú varst í hérna. Ég var í sko high quality fashion vesti sem kostar hellinga penning og þið náðu að búa. Já, og þeir náðu að skemma það. Þú getur ímyndað hvað, veistu hvað? Þetta bara eins og eitthvað lagarvist. Annarkvör búðareigandi hatar eitthvað tvo. Það er staðan þannig í dag. Það geta allir að selja vestið. Nánast allir. Þú er oft verið allsbyrji. Hefur þið verið allsbyrji vesti? Hef ég oft verið allsbyrji vesti? Hvað er þetta að tala? Hefur þið verið allsbyrji vesti? Auðvitað ekki, hvenær ætti þið að hafa gert það? Ég veit ekki, þú er samt líklegastur, þú ert eina af okkur sem áttu vesti. Eigið ekki vesti? Ég held ekki. Nei. Bara þú og Richard. Það er til mynda þér í vesti. Ég á 2 harða gæjar sem elska vesti, það er þú og Richard. Ég er alltaf í vesti.
Það einu gæði ég það Nei, ég held að Maggi Bess og svona gæjar, þeir eru í vestum, þetta eru vestiskallar. Þeir passi ekki í skyrtur og föt. Hlýraból Reyndar, ég var að panta með fyrsta vestið mitt. Ég var að fá með svona 3-piece suit. Já, ok, og hvað ertu það, bara pervert eða? Er það ekki bara staðan í dag? Þetta var verið í ammæluna Ég Ertu að segja bara- að skoða það, hvort ég leggja Já, þú er- En það er þú annað fara að í heyra. vesti undir jakka Nei, það er vesti. vesti er vesti. Þú ert bara í Nei. vest og ból Nei, það er ekki hræðilegt. Vesti er vesti. Vesti og bólur Nei, eða vesti vesti er bara vesti. Vesti og vesti Vesti er alltaf vesti. Þú varst að segja basically og það er verið að panta þér perra vesti og það er að vera í því. Jú, það eru þín orð. Jakkaföt Ok, segið mér annað sem ég fór að spá í þegar ég var að segja með spurninguna Þetta er nú ekkert eitthvað það dónalegt En segjum að myndin færi væral af ykkur naktir í vesti Ekki standið til glugga eitthvað, hort og götu Mér er svo sem alveg sama hvað er standið Hvernig þið eru á myndinni En verið alveg hinskil núna Myndið þið vilja að væri blóð í honum eða ekki Hræðileg Hvort kemur verður út Versta spurning sem Ég held að kemi betur út fyrir mig að vera í stampinu. Já, miklu. Viltu vera Það er samt- þá er þetta meira aggressíft. Það segir mig það Steinþór Stand út í glugga heima höfður í vesti og horfa á börn leika sér meðan Nei, það var engin Voðalega ertu búin að skreita þetta sjálfur. Egil, hættu Akkur ertu búin að bæta við svo miklu viðbjöð. Hann bara stendur inn í stofu Það er ekki að horfa á neitt Já, ok Hver var spurningin í þessu? Alveg, hvert er þetta farið? Hver var spurningin? Hann er búin Hann er búin að eyðileggja það. Hann er búin að vera að setja fatar Þóraldur, kompani á ég var hausinn. okkur að hlusta á þetta sko Nei, aldrei, það eru fullt að búða fartar á hausinn út á honum. En þetta er miklu verra auðvitað að vera með hann Miklu, valdur í alveg að vera með hann þráð Ég er ekki viss hvort maður myndi vilja Ég sagði ekki þráð. Ég myndi, þú veist, flaggi hálfa. Er það ekki bara Það er sangjart? ekki besti kosturinn Í slökundag. Í slökundag Það er bara Það er gott af tvennu illu Þú veist ég þarf að velja Og bæði við, ég aldrei átt vest og æðið minni sko. Ok, þú verður að svara satt Hvort ætlar að vera nakin í vesti myndi við væra Hvernig fór þessi umræðan? Ef ætlar að vera með drega yfir allt Já, ég skil, núna, þetta var spurning í þessu dagskölu. Dragon Já, Þið takkir báði dregan að sjálfsögðalegu er það ekki? Að dragon að baki, það er bara mjög töff Minnst það töff tattu, getur vel við fáum mér það. Ok, þá er það síðasta spurning dagsins Hvort myndið þið fara aftur og klára 8., 9. og 10. bekk Billy Madison stæl. Já, eða aldrei fá að ferðast erlendis aftur Nei, þetta er ekki Billy Madison stæl Þið þurfa að taka bara Gaggo. Já, alveg Hann tek bara einhver 2-3 vikur Aldrei að fara aftur. Ég myndi fara í Gaggo. Alltaf. Bara að vera að hanga með börnunum Ég er þið shit í Gaggo núna. Þetta er bara óþægilegt Óþægilegt, veldu eitt Gaggo á Íslandi. Ég myndi lappin hérna Gaggo. Ég myndi verða Langaði aftur í Gaggo Þegar þú segir það. Ég er aðalmaðurinn sko, ég myndi lappin 35 ára. Ég myndi 36 ára sko Já, 36, nei 35 36 árinu Já, hvað er það að vera að smyrja á mig ykkur couple of months hana? Ég veit þú alltaf að taka af þér á Það er engin vinur með mig, ég hef mikið aldurskomplex á Billy var Billy þú vera hvað lengi í hverjum bekk? Billy Madison var bara 2-3 vikur Hann sló í gegn í skólanum sínum, hann var the shit Þetta er samt 8. 9. 10. sko, það er allir á rafhjólum og vespum og fólki sleiki Hvað græður að vera töff hjá 8., 9. og 10. bekk? Ég græði ekkert á því. Ég er bara að segja að það er því, þú veist, dvölin er því það. Ekki mæta í vesti í skólan bara. Guðanabænum sko. Herri, þetta var hvort myndur frekar vala áttu ekki Ingo Viðuguð eða eitthvað hand okkur og svo ætlum við að hlusta á símtal sem Ég myndi sé mynd af honum í vesti. Ég myndi ekki þóra að spila hann á svona stöð. Hlaðvarp FM 95 Blö. Kvöldið gigg, sveimi það, þetta er ekki brennt á vinsalasta lagið á Íslandi í dag. Ingo Viðuguð og við spiluðum á Sálnans Jónsnes og ég glemdi að óska Steppa Hilmars, legendinu til hamingju með daginn, Stefán Hilmarsson á afmæli í dag. Við erum að reyna að vera bara með íslensk lög hérna eins og undafarnar vikur allavega þar að við vorum með þáttinn, ég veit ekki hvort að Rikki að skita á sig með þetta. Steppi geggjar, ég meðstu við vorum ekkert á humarháttíð að skemmta. Bara eitt mesta legend íslenskuðumar. Þá tókum við nokkra bjóra og Steppi á með okkur og ég gleymi því aldrei, þá spurði mig hvort þú ættum ekki að skokka út í næstu ísbú og fá okkur tófu. Það er bræður, fá okkur með tófu. Hann með geggjaðan orða fyrir. En við erum að fara í símtal núna sem ég tók upp fyrir 2 vikum síðan. Þá vorum við tökum á Eurogarðinum, ég stökk upp í vinnu og hringdi í Sóla úr símanum minnum af því að þá var ég nýbúin að heyra Egil vera aftur að tala að hann var í graðasti Þróttari landsins og mér langaði að hringja í Sóla og svona, ég byrja bara að tala við hann eins og ég sé að hringja út einhver allt öðru og ætlaði svo að koma inn að ég held að hann hefði verið að tala við Egil að vera graður að fyrrabræði og ég hefði mjög gaman að þessu og ég vona þið að við gaman að þessu líka. Við skulum fá að heyra þetta símtal sem var tekið fyrir einhverju 14 dögum síðan. Sæliblöð. Sæliblöð, hvað segirðu? Góðu bara hú. Herðu, brattur, hvernig sagði þér?
þokkalegu bara. Ég bara stund mitt í stríða, sko. Þannig að... Já, ok, ég var búinn að senda þér eitthvað messenger. Ég ætla bara að tjekka þið voru bæði on 4. þegar ekki, Júli? Algjörlega, við væntum. Það eru geggjað. Hvað graðast eitt róttari landsins? Jesús almáttugur. Hvað heyrðu þú eitthvað í Agli eða? Okkur byrjaði með þetta. Þetta grínast. Heldur ég hef heyrt í Agli og sagt þetta? Nei, en byrju þegar hann búinn að vera með þetta núna alla fösta. Ég veit að við erum ekki búin að vera í þættinum, en ég heyri að hann alltaf að tala þetta, hann heyri í þér. Er það bara bull eða? Ertu bilaður? Nei, alveg heldur ég sé að hringja að blessa þér. Ég bara vel gráður í dag, sko. Þú þekkir alveg mannin, þú veist alveg hvað hann er. Já, en ég glemdi alltaf að spyrja hvernig þetta byrjaði þetta bull. Byrjaði, heldur ég hafi átt þetta byrjaði. Þetta er bara þessi veiki maður horfir á eitthvað þróttaraskipti og ákveður að segja að ég sé grafa þróttari landsins. Svo er hann alltaf að segja hann að við heyrt í þér. Ég veit ekki hvort ég sé búin að heyra þættina. Þetta sé virkilega í alvöru. Ég bara aldrei svara þessu manni aftur, sko, eftir þetta, en aldrei, þó að hann hefði, sko, hann lætur að hljóma því ég sé að hringi hann. Já, það var, ég veit alveg þú myndir ekki, ég er ekki rugglaði svolítið, ég veit alveg þú ert ekki að hringja okkur föstudegi og segja okkur sér graður, en ég bara fór að hugsa hvernig þetta byrjaði þessi vitleysa, hvort þú hafði eitthvað sagt hvernig þú væri graður að því eða eitthvað. Heldur ég eitthvað þátt í því? Heldur ég eitthvað bara, ég hef aldrei talað sko, mína grettu við þennan mann, aldrei einu orði, hvort ég á hans mikilvæga lítil, sko. Og þú veist, þetta er ekki eins og fælegt. Ég er sko næstalega í smá klóri. Ég heyri þetta að fæði döðræðir. Djöðlist mér að finna þetta. Þú veist, þetta er fyndið, en ég var alltaf engan þátt í þessu að þetta byrjaði, sko. Þú veist, heldur ég alveg að ég hafi hringt í hann og sagt þetta? Nei, ég veit þú myndi aldrei hringi hann og segja þetta. Það sem ég var að spája hvort þú hafðir eitthvað sagt við hann og var eitthvað graður á því eða eitthvað, ég veit ekki. Ég er búinn að reyna að sko útskýra þetta og ég meiri því að sko í annarinn og hans þá reyndi ég að adressa þetta, en það er vist sko Steindi sagði reyndar að það verið best að tala ekkert þetta, sko. Ég veit að þá ert að setja olíu á eldinn, sko. Já, ég held ég sé búinn að klúðra því, sko, því ég eitthvað sér að þessu á Instagram eitthvað fram, mann ekki fyrir þessu símtali og þá náttúrulega bara er þetta farið, sko, ég gerir bara mistök. Já, við höfum báðið tekið, ég og Steindi, við Egil bara off-air, bara herðu, nú verður það bara að gera manni þann greið að hættu, auðvitað. Og það er bara olíu á eldinn, sko, þannig að þetta verður örugglega meira að þú tala við henni, ég myndi bara sleppa þig, við erum ekki þættunni fyrir eftir 2 vikur, sko. Nei, sko, málið er það að, sko, ég var farin að trúa því sjálfur að Steindi væri ekki eða skráður. Nei, ekki segja það. Hann var að tala það áður, sko, að svo þegar ég lendi í hakkavílinn sjálfur, bara ég sé, þá bara þannig að þessi gæði bara búa til. Já, hann er veikur. Þannig að ég talaði við Steindi þetta og hann sagði, ég er ekki svo graður, sko. Þannig að þú veist. Þetta er svo ástæðilegt. Þetta er bara, já, þetta er alltaf svona, þetta sittur allt í annað perspektíf, sko. Já. Að fá þetta að lendi í vélinni sjálf. En ég svo sem ég hef nú alveg gaman að þessu, sko. Já, ég talaði við hann til að mæta mættur. Þetta er ekki fægilegt, ég er mestalagi topp 4. Ok, ég heyri betur í þér bara þegar nættriður. Nefnali, ok, skamneir, ok, bye. Hlaðvarp FM 95 Blö. Elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 Blö. Jú, hér á FM 97 en í Keilhöllinni, akkurat núna. Og það er alltaf fyllast að liði þetta, drengir. Það er bara, það er orðið stappað í keiluna hérna, það er lið komið í píluna, barinn er að fyllast, það er greinilega eitthvað að vera í kvöld. Sverru Halldór að byrja klukkan 9. Er það? 9? Já. Þannig að endilega komið og tryggja ykkur sæti. Já, ég myndi... Tveir í þá núna ekki? Jú, ég myndi mæla með að fólk mætir bara að snemma, þetta stefnir í ykkur læti hérna. En það er margt framöndan, drengir, það er How Do You Do, Fellow Kids er hérna eftir smá stund. Já, þú veist. Myndir fyrir kass, sturlaða staðrendir. En núna er komið að spurningakeppni Vöðingjans, það er hættulegt. King of Summer Vacation. Og mjög gaman að sko Blikir nr. 1 fái nýja blikalagið á. Hvað er mörg stuðningsmannalög í spilinu á FM núna? Ekki segja 1. Ég myndi halda það, ég hef aldrei heyrt stuðningsmannalag bara áður á æfuminn held ég, nema jú hjá Afturhaldingu. Ég elskar fans. Já, Bubbi með Káur, já. Við eigum mikið mjög skemmtilegum fans, það var einhver meistar að senda á mig Vestis grín.
Já, ég er þetta hóð upp á þessu. Og ég var að setja þetta vestisgrín á Twitter og ég takkaði Steinda og Richardson og þeir hörðustu vestismenn sem ég þekki. Og mjög skemmtileg mynd. Þetta er greinilega ekki að mið. Ég skil samt ekki tenginguna þegar stóð að menn í vestum fá ekki mikið af konum. Ég held að ég og Richard sem, þú tala um 2 gifta menn að það. Já, við erum á Bimma og með Steve sko. Giffið er basically að vestin bjargaði frá byssukúlum og druknun og konum. Já, bjargaði frá öllu. Sko, King of Summer Vacation. Já. Og við erum að fara núna því miður, það verður búli okkur félagana í frí. Við erum búin að hafa samband við sín, möguleika að fá að sleppa því að taka frí í júli. Þetta kemur frá forstjórunum að við verðum að taka frí. Þeir vilja bara að við förum í frí. Já, bara hafa áhyggjur af því hvað við vinnum ekki. Við erum eins og búin að lofa því að við ætlum að vera með þátt á, hvað var það? Jóladag núna á þess ári 25. desember. Við vorum föstudaginn langa núna. Já, nefnir búli okkur frí. Nú verður búli okkur heila mánuði frí. Þetta er síðasti þáttu verið frí og þess vegna er ég með King of Summer Vacation. Ég er veltað fyrir mig hver mun eiga betri júlimánuð. Eða svona, hver er betri frí? Ég ætla að ferðast um landið og svona. Ég verði ekki, ég lakka pínu til að fara í smá sumarfrí. Svo mér finnst alltaf ég gamla í útvarpinu. Ekki spurning, ég er að fara í frí núna 1. júli, ég get ekki beðið. Við mætum síðan félagarnir í ágúst. Já, bara að ferðast innanlands eða? Ég er ekki að fara neitt erlendis en ég er ekki ennþá búin að ákveða hvert ég ætla en ég ætla að ferðast eitthvað. Ég ætla í Skagafjörðinu og eitthvað. Það verður veisla. Það er heim. Já, heim í gamla bæinn. Hvað að skoða styttuna sem hefur verið að reysa hana? Já, bara aldrei að vita. Það verður tekið vel á móti blöð þá. Vonandi. Það er klárt sko. En málið er, sko, ég er með þetta eru 9 af 10 spurningar. Já. Og byrjum þetta bara. Já. Áttu that kind of cash að þú gætir verið erlendis í einhverjum einasta mánuð og vildi það? Nei, það er ekki. Alls ekki. Ég þarf að byrja menn að vera completely honest núna. Já, en það bara fljú út. Þið hafið alveg farið í 10-12 utanlandsferðir á ári. Nei, 10-12 10 utanlandsferðir á ári? Á hvað plánið ertu? Það er ofta eitthvað vinnutengt sko. En ég myndi halda að fara út með 4 manna fjölskyldu kostar ekki bara 1 milljón. Ég verð ekki að tala með 4 manna fjölskyldu, ég tala bara út. Þú reynir nú að skilja fjölskyldun eftir þegar þú ferðast erlendis. Til Atlantic City með þér, já. Atlantic City er einferð, það er bara einstrax farið þar. Já. Og síðan fer alltaf í smá Sunshine 2 ári, það er konar 3 ár. Nei, ég fer ekki í Sunshine 2 ári Ég er ekki að ljúga eins og ég held ég myndi ekki að verna þig. Ok. Ég sverða. Hefurðu verið fullur á einni af topp 10 dýrustu snekkjum heims? Ég veit ekki hvað að segja það ennþá. Já, ég verð að segja nei þannig. Hunter of Blondell. Og ég get lofað að hún er það ennþá because I googled it. Hún er með svo nummer 2 og 3. Snekkjan hjá Abramovic sem blöð var. Það er rosalegt. Having a hell of a time á. Hvernig var þetta? Var þetta alveg svaðaleg snekkja það? Já, bara flottasta sem ég sé. Það var helvið erfitt að koma aftur í álkonukvarðið í 78 fermetrarna þegar ég kom heim í viðkynna. Ég var án vanu því að vera bara með þjón fyrir mig sko. Það var enginn að fara að sækja neitt fyrir mig þegar ég kom heim sko. Þannig að ég veit ekki hvort það sé bara heilbreytt fyrir fólk að gera þetta. Eina leiðilega við þetta er að þú ert ekki með eitthvað myndir og vídeo frá þessu, þú veist sem ekki getur sínt félag. Þannig að þetta ekki komið með Eiður er nú rætt það við mig, hann þakka Guði fyrir að það var ekki komið social media þegar ég var með honum á einhverju fylliríðum hann úti. En málið er það líka, hann er ekki tæknivæddur og þekkir ekki skí og fleira sem þetta geimt. Hann tínir bara símanum sínum og öllum myndunum með. En það er 1-0 fyrir blöð. Á að skella sér graður og reiður í sund í fríinu. Halda jafna steindi. Já, ég veit nú ekki með graður og reiður en ég hugsi ég fari nú í sund í fríinu. Þú ert sundkall ennþá. Já, en ég verð ekki graður og reiður, ég get loðað eitthvað því. Hvert fer í sund? Þótt ég væri graður og reiður í sund, þá væri ég alltaf ekki reiður. Hver fer reiður í sund? Ég fokki brálaði þetta. Ég ætla bara í lögðarslaug. Það er bara þannig, ég fer ánga bara fokking guður. Það sé kannski segir ykkur eitthvað við þig og mistíkur þig eitthvað. Í hvaða laug ertu vinsalastur? Hvað er tekið besta mótið þér? Mosó eða ekki? Mosó. Í Mosó? Hvað er laugina sem varst að vinni? Hvað er marga sundlaugur í Mosó? Það eru 2. 2? Þú mannst í báðum? Nei, ég vann bara í annari. Þannig að Steindir að jafna mig. Já, sko, þú verður að svara það, Steindir. Þú verður að vera graður og reiður. Herru, okkar hlutverk er að vera heiðarlegir. Ég fer í sund í fríinu, pottjett. En ég verð ekki graður og reiður. Bara graður? Þú ert alveg pottjett graður? Ég verð kannski annarkvort en ekki bæði. Ok, þá bara get ég ekki við punkt í miður.
Fyrsta lagi ég ekki að leiðin í sund að mér finnst leiðilegt í sundi. Ég get ekki verið. Ég reynda fyrst með drullulegilegt sundi. Þetta bara pressa frá krökkunum. En mér finnst Krökkunum, hvað tryggja þetta? Nei, hún má ekki sem verið sund. Herru, kannski fer ég ekki sundi fríinu. Jú, kannski fer ég bara Það er 1-0 fyrir Blöð og Steindi, þú þarf punkt. Hefurðu verið syngjandi og trallandi í limósíu með tróðfulla vasa af dollurum? Syngjandi og trallandi? Já, ég hef gert það. Ég hef verið syngjandi og trallandi með tróðfulla vasa af dollurum á leiðin að brenna það. Það er bara rétt. Hvort það verið tróðfulli vasar. Ég hef verið með dollara syngjandi og trallandi í limmu. Það er að minna þig á það þegar við ætlum að fela þessa ógeðslu ferð sem einhverja menningaferð að fara á uppistand með Seinfeld og ég man ekki eftir einu orði sem hann sagði. Við erum hættir en að fela eitthvað bara. Við eigum ekki að vera með fela. Við eigum bara auðmikið. Það getur enginn sagt mér einn brandar að Seinfeld sagði. Hvað rukkaði hann inn? $200? Ég veit það ekki. Ég er bara svo ánægður að ekki bara lenda á sjúkrahúsi vegna drykkju. En svo kom það hérna á Netflix þannig að við gáttum séð það þar. Var það fyndið það? Já, ég var alltaf Ég hef ekki séð þetta þá. Hefur verið erlendis í frábæru fríi og bókaði í svokallað hristingsnudd? Nei, það er svona, það minnum það. Það minnum það. Ekki gefið þið punkt á Blondell. Nei, bara takk fyrir það. Steinþór? Já, auðvitað ekki. Ég gef punkt ef þú bókaði venjulegt nudd og það var óvart hristingsnudd. Það var bara svona, bjóst ekki við því en töðaði þér ekkert. Jesús, hvað er þetta? Þetta er bara keppni. Já, þetta er nei. Já, þetta er nei hjá okkur. Er það? Já, auðvitað. 2-1 fyrir Blondell ennþá. Með the lead. Ertu að fara einhverjar sæta stelpur í Kringlunni í sumarfríðunni? Já, þetta er vantilega að skota mig, ekki? Þarna ertu að vaði í junior. Hvernig ætlar að gleyma þessu? Þetta hljómar svo vond. Þetta hljómar ógeðslega. Þú gerður þetta. Þetta hljómar bara sem er vesti klárt. Þú varst í þessu. Þú gerður þetta. Nei, ég gerði þetta ekki. Ég fór ekki, ég fór ekki í Kringluna. Hvernig dattir í huga opnaði með þetta? Ég fór, af því að ég ætlaði bara að vera heiðalegur. Ég fór ekki í Kringluna til að vera elda ykkur að sæta stelpur. Það er ekki rétt. Það sem gerðist, nei, ég elda hann ekki neitt. Veitu hvað, sko strákar, það er agalegt að elda kvenfólk er hræðilegt. Það sem ég gerði, með það, ég var í Kringlunni, single, ready to mingle. Vissu hvert hún var að fara og þú Nei, ég vissi, nei. Var hann ekki að dreifa einhverjum pamphlets? Þú ert bara að miskýra söguna. Er það? Ég var í Kringlunni, do my own goddamn business. Já. Svo sé ég bara, ég horfi til bara ég sé einhverja sæta stelpa að standa að dreifa JC-bæklingur og ég segi við Dóra, ég er með Dóra ég segi Dóra, hvað er þetta sæta stelpa að það? Ég ætla að fara að heyri í henni og þú veist, þannig var þetta. Ég veit það, og þú ætlar hann svo á samkomið ekki? Nei, ég elda hann ekki. Hún bauð mér, hún sagði, herru, viltu koma á samkomið? Já, þá er þetta svona að elda. Okay, þetta er eins og ef að kona mín býður mér að sækja bílinn og ég elda hann. Veistu hvað, ég var á okkur, ég var bara á okkur svona stað sem ég var bara svona ævintýra gett, sko. Ég var hérna, hún bara, herru, viltu koma á okkur samkomu? Ég vissi ekkert hvernig samkomu þetta var. Ég sagði bara, já, ég er alveg til í það og hérna... En eldur hann á þessu samkomu bara, já, það er Já, ég eldi hann á þangað og það var bara að vera að lesa upp úr einhverju bleikri Jay-Z-biblíu þarna og fólk var í joggingfötum og þetta var mjög skrítið. Ég bara ánar að sloppið að lífa þetta. En eitt sem ég gleda að spurri, varstu síðan að lökki í það? Nei, kynntust þér að stefna eitthvað? Ég forðaði mér út, ég var hræddur á samkomunni. Við Dóri mættum báðir, sko, ég mætti ekki. En er ég að fara að gefa þig punkt þarna? Já, nei, byrju, hvernig var spurningin? Ertu að fara að elda einhverjar stelpur í Kringlunni? Nei, auðvitað er ég ekki að fá punkt af það. Hvað er það rugglaður? Finnst það líklegt það? Nei, finnst það líklegt? Finnst það líklegt? Ég nýfætt barn heima, tvekja mánu að gæsta. Það gæti gæst ef þú ert að fara með Sigrún og eitthvað í Kringlunni, þú ert að elda hana. Já, jú. Hann er bara ekki að meina það. Það er 3 spurningar eftir, þetta er aldrei verið spennandi. Jú, þetta er ekki svo spennandi. Hefur verið graður á Benidorm? Pottet, öruglega. Nei, það ekki. Fóruð okkar 17 ára gammal. Já, ég held ég að fara. Varst með vöðingjónum, ættu? Já, þá var ég að verða 30. Varst með gilsánum þarna? Ég er að tala fyrir ég var 17, ég var ekki graður með Og varst með gilsánum þarna? Og varst með gilsánum? Já, þetta er punktur. Steindi, hvernig varst þú graður? Punktur að báða, öruglega. Varstu að gigga fyrir úlingar þarna á Jokers, eða? Voðalega ertu alltaf eitthvað fljót. Ég bara spyrja hvenar og ég bara að fá raukstunningu. Það veit ég ekki. Ég er búin að fara Ég er búin að fara þarna 10 sinnum. Við erum með konunni 100 sinnum og auðvitað hef ég verið. Átti ekki alltaf að fara beint í bara einhver úlingar á Jokers. Ásaki. Hefur verið beru ofan á flöskuborði? Já, í sundlaug.
Ekki Voðalega finnst þér að fyndið ennþá eftir hálft ár. Hvað ertu búin að setja lengi? Eftir hálft ár? 1 ár? Finnst þetta bara ennþá jafn fyndið? Við þurfum að hittast í sumarfríinu og aðeins að fara yfir á material. Þetta má ekki vera, það verða 9 dagskáliðir í ágúst. Hann er bara orðin rugglaður. Já, ég veit. Sko, Ég er saman. þið hafi verið báðir. Þið hafi báðir verið bera ofan flöskuborði. Já, þetta var í sundlega. Er maður oft í fötum það eða? Það var skrýtnar að þetta í ból. Sko, nú hafið þið oft ferðað saman og gist saman vinnir. Hafið þið einhverju rugli, ferðarugli, endað á að jafla okkur annan og ákveða að never speak of it again. Ég veit ekki eins og hvað það var komið að, hvort það sé lagað eða við skuldum eitthvað en að setja það alveg. Þetta gengur bara. Hlaðvarp FM 95 Blö. Fyrirlustu FM 95 Blö hér á FM 957. Við erum ekki beinni útsendingu frá Keiluhöllinni núna því að við Steindi erum komnir hingað inn í klefa. Já. Og fyrsti klefin okkar í nokkra vikur. Jú, það er þannig. Ég er farin að sakna klefans, maður. Já, en ég byrjaði að sakna minna þegar ég fann hvað við vorum að fara að gera. Þú varst að segja þetta, vorum ekki byrjaðar að taka upp. Þú varst að segja þetta við mig. Þú varst stressaði fyrir þessu. Já, mér finnst það. Þú ert líka betri í þessu mér. Vilt þú ekki bara taka þetta? Nei, við tökum báðir. Nei, veistu hvað? Það er ekkit það er ekki hvori betri í þessu. Þetta snýst líka að lenda á rétta fólkinu. Já, við ætlum að láta skella okkur og já, ég held sveimið þá að sé betra að byrja og ég held að þið þekki reglur. Það má ekki vera með einhvern algjörum viðbjóðum, þú mátt vera svona alveg léttur úr dónakall. Já, þú áttir hann að láta skella þig. En sko, draumurinn er að lenda á einhverju náunga eða einhverju konu sem hefur engan tíma fyrir þetta og er pirruð fyrir. Það er drauma viðmældís. Hvaða nafn viltu henni með? Hvað ég var að segja? Ragnar? Ég er eitt sem heitir Þórhallur. Þórhallur, já, Þórhallur er gott. Tilli? Já. Er þetta Tillin? Þetta er Gilli. Gilli Tilli? Hvernig ertu þarna? Ég elska að sitja að kynna þig bara sem Tillin. Hvernig ertu? Ég er góður, hvað? Nei, ekki. Liggur þú bara til honum vel feskur á föstudegi? Hver er þetta? Þetta er Gummi Gíró hérna. Þetta er Gummi Gír. Hvernig ertu þarna, Gilli Tilli? Ertu góður? Ertu ekki feskur í honum með það? Jú, en ertu vissum að setja ringaði rétt mann? Já, er þetta ekki Tillin? Gamli góði? Nei. Þið hættu þessu, hvað þykjastu verið orðir maður? Hvað ertu, er eitthvað þingið þér? Nei. Nei, djöfull skist á þið síðast maður. Ég stend út í vatni. Hvað, fróðaður? Ég er að veiða. Já, ok. Helvítið það var upplöft maður. Ég veist ekki að þú byrjar að veiða þarna til þinn. En sem segir, þú ert að ringa í vitlausa mann. Nei, ef svo er, hvað ættir þú þá að gera? Hvað, okkur ætti ég að vera að ringa í vitlausa mann? Erstu vitlaus? Ertu ekki góður, Gilli Tilli? Hvað? Bara þetta ekki beskur. Þetta ekki góður. Ég er alltaf góður. Já, það var gaman að heyra í það. Ég tjekka það, Kalli. Hvað, á hverju var hann að naula? Shit, það er sem hafi verið með eitthvað brjósi. Hlátur er svona geggjaður, sko. Ertu bara til sjóa það, Gilli Tilli? Hann skeltir þetta ekki á mig, en serðu svitan. Mér finnst þetta orðið svo erfitt. Herru, veistu hvað? Hvað ætlað þú í? Hvaða nafn? Ég þarf ekki að gera neitt. Mér fannst þetta bara að þetta var fyndasta símtal sem ég heyrt á aðeins minni. Já, gleymdu þessu. Hvaða nafn viltu? Já, bara Gísli. Nei, ég get ekki verið að vinna líka með Gilla Tilla. Já, er það Guðmundur? Nei, Inga Birna heiti ég. Inga, slakaðu alveg á. Ég hef bara svona 15 sekundur, sko. Hlustaði bara mjög vel. Þú verður að gera mig greiða. Þú verður að fara núna inn við hliðina á og sækja vegabréfi sem ég glemdi á náttborðinu. Það er smá vesenind upp á tolli og svo verði ég að fá að leggja inn á því bara tímabundi 8 milljónir. Hvaða bull er í þér? Þetta er þetta, ég býna við hliðinar. Nó? Þeir eru að hlusta á allt þetta. Ertu bara nánast upp í rúminu hjá mér, eða? Já, en er þetta í lagi?
Má ég fá, getur þú sagt mér reikningsupplýsingarnar en ég legg inn á því hérna nokkra kúlur og ég bara tekar út á mánudaginn? Nei. Gerðu það enga? Nei. Gerðu það, ég í vesinni. Ég með löggun á mér þetta. Mér er alveg saman. Nei, má ég tala við Gumma? Nei. Jú, leið mér að tala við Gumma. Nei. Jú, hvað er hann ekki heima eða? Guðmundur? Akkur skellt hann ekki á? Veitir? Já. Gummi? Já. Núna er ég í tómu helvítisrugli. Þú er að fara inn hjá mér og taka fartöluna og eyða, fara og hreinsa allt þarna í search history hjá mér. Hvað er þetta að fæla helst og kallið minn? Nei, finnst þér þetta ekki vera riski í símtal? Þarf ekki að gera eitthvað í þessu? Til dæmis skella á eða eitthvað? Ég líst ekki á því. Nei, ég veit það, ég er alveg rugglaður. Hvað ætlar að gera í því? Hæ? Ég er alveg rugglaður. Já. Hvað gerir maður þá? Já, hægna! Ok, lengsta símtal í sögu skellt á mig. Ég vona að verði klift þegar þið heyrið þetta. Þegar við getum ekki spilað 6 mínútur. Var þetta 6 mínútur? Já. Nei. Tæpar, jú. Ég var bara, heyrðu, ég ætlaði að reyna að vera svo vafasamur. Já, það virkaði ekki. Ég var búin að ég veist hvað, ég spáði því að ég myndi kannski ná max 10 sekundum. Já, þú varst í 6 mínútur. Já, heyrðu, hvað var að þessu fólki? Vola voruð þið næs. Þetta var skellt á mig. Ötti, Steindi og Gils í FM 95 Blö. Alla föstudaga. Þetta er Jón Jónsson með Dýrka mest og já, við dýrkum hann eða mest. Því líkur snillingur John Johnson. Hann er okkar maður. Já, alltaf verið. En það er komið að virtasta dagskrárlið FM 95 Blöð frá upphafi. Það eru sturglaða staðreyndir. Búin að vera með okkur allan enn tíma. Og erum við að tala um að sé einn hrossaskítur? Það er einn hrossaskítur. Falinn? Já, og það eru bara nokkuð áhugaverðar í dag. Þú ert bara orðin það góður að fela skítinn að ég... Það er misjamt, það fer eftir eitthvað sem ekki tíma ég hef í það. Já. En ég veit ekki hvort þið náðu þessu núna. Jó, þið gætu náðu þessu. Ég var á smá hraðferð í morgun. Við hvetjum hlustendur til að vera á Varbergi líka. Já, að reyna að giska hvar sem þið eru, að hlusta í bílnum með heima. Eru þið ready? Jarðskjálfti, af því að nú voru jarðskjálta fyrir norðunum daginn og svona, það fannst mér þetta pínu áhugavert. Jarðskjálti upp á 15 á Richter myndi rústa jörðinni. Við fengum, hvað var þetta, 5,1 á okkur, nei, fyrir norðan. Rústa bara jörðinni? Já. Jörðin myndi ekki höndla það. Hvað ætli stæðsti skjálti landsins hafi verið frá hvað upphafið? Ég held að stæðsti allra tíma sé í kringum 10, 9 kom eitthvað. Já, það var lágmarki. Já, þetta er bara ekkert eitthvað svona, við erum ekkert að fara að hlæja þessu. Nei, þetta er bara áhugavert. En skjálti upp á 15 myndi basically rústa plánetunni. Já, vonandi sleppur það. sleppur Það er rosalegt. Hérna kemur einn rosalega. Jeff Bezos, þið veitir hvað það er, hann er helviti ríkur. Hann er það ríkur að fyrir mannesku á meðalaunum, þá erum við ekki að tala um, við erum að tala um average, bara fólk á meðalaunum, að fyrir fólk á meðalaunum að eyða $1 sem eru 137 krónur er eins og fyrir hann að eyða $88.000 eða 12,5 miljón. Já, þegar einhver góður 140 kall. Já, bara snikkast út í búð. Já, það var eins og fyrir hann að eyða 12,5 miljón. Það er rosalegt. En já, sko, það er náttúrulega á ekki við minn besta vinn Bjögga, það á við kannski okkur. Já, það er ekki Bjögga, sko. Ekki Bjöggi, nei. Bjöggi er í 2B, þegar ekki ennþá. 2,2B. Hann var að veiða með Beckham bara hérna á Íslandum daginn. Við fréttum það, Beckham og Guy Ritchie voru að lenda með eitthvað reyngaþóti á Reykjavík. Já, ég reyndar bara hitti á því að lendu. Það þegið þú hittir á, þú sást á. Já, ég sá það og ég reyndar náði ekki að helsa upp á. Sík og bjór með henn. Nei, ég var hérna á Reykjavík flutli og sá það. Þið voru svo góði vinir, þú og Bjöggi, er hann búin að bjóða þér í veið eða? Já. Ég held ekki. Nei, þú veist þú verður að vögva þessa vináttu. Þú voru að heyri í honum svona gamli, hvernig ertu? Guys, við erum besta vinir. Ég er ekki að fara Er einhverjum texta klúður sem það ára að stenda? Ok, þeir eru bestu vinir, okkur ekki að veiða með honum. Þegar ég nenni ekki, málega, ég er ekki svona gauður sem nenni, í fyrsta lagi veiði ég volítið. Allt í lagi hendi sjóbyrtinga á til en ég er ekki með, ég nenni ekki sóið með henn. En málega það. Ég myndi synda með nakin í Laugardalslögu. Já, eina er bara þegar hann er með strákonum með það í Breitlandi sko, þá nenni ég ekkert að tróða mér í þann félagskap. Þeir eru bara tveir. Já, við erum bara tveir og þú veist, hittust á til bara geggja skilur, bara smá geggja. Ok. Herru, svo er það Michael Jackson, hann leigði einu sinni súpermarkað, lét lokanum, fyllt hann af fólki sem hann þekkir, það mátti ekki tala við hann, svo hann geti prófað í fyrsta sinn að labba búð með kerru og vesla. Hann langaði bara að spáði hvað það var orðið erfitt líf hjá hann. Hann langaði að lappum bara vestlun og með kerru að prófa að vestla. Hann var samt ekkert meðvitaður það að hann réði allt þetta fólk til sem vil ekki horfa á sig.
Já, en hann fekk samt að prófa að labba með kerru búðina. Alveg En akkur sett ekki bara á sig hjálm með svörtu gleri eins og hann var á Hann gerði mótorhjóli það oft, og en þá var hann veslaði. ekki venjulegur. Nei, En góða hann bútur. var oft með grímur og Hann annað. var bara einn að vesla. Já, bara til að fá að prófa að labba með kerru. Fekk hann fólk í Ég veit búðina. að þú ert Það er andlit sko- Michael Jackson á Íslandi Ég en ekki. það er mjög skrítin en Já, hann var stórþurrulegur, ég hef aldrei neitað því. Svo er það hérna, það rignir járni á Venus. Það er svoleiðis. Já, það er svoleiðis Já, ekki vatni, járni. Hljómar sem manure, en ok? Já, veitu, það hljómar Já, það hljómar sem að vera bílnum á leiðinni og Já, smíða þú varst að hraðferð í Það er morgun einni játni. Myndi ég hafa vit á því að segja að það rignir járni á Venus. En ég minna, já, það Meðal kallmaður endist í 26 mínútur í vestlunarferð áður en hann fer að vera pirraður. Ég held að vera að fara að segja í bettanum Já, veist 26? Nei, 50. Nei, meðalmaður er 3 mínútur í betanum. Mér minnir það sé 7 en takk fyrir að opna þig. 7 mínútur? Nei, Ég held það. Já. Hvað finnst það mikið að lítið? mér finnst það frekar lítið Já. Er það Ég ekki? er með litla þólumæði í vestlunarferð. Þú veist, ég nefnir ekki svona að máta. Ég bara giska á stærðirnar og labb út. Já, Já. Ég Það fer- verður snöggpillaður í IKEA. Já, Það er ég ekki skemmtilega sko sem ég gerir að labba þar um. Nei, í einu skipti sem ég fer í IKEA bara ef dóttir minn er að væla það sko. Sko, Ég, ekki- ég forðast, ég fer ekki í verslunarmiðstöður sko. Ekki drögl yfir IKEA, því að ég var lagergómunar í Já, IKEA er fyrir 5 geggjuð ár. búð. Já, geggi búið Ég er í 5 ár. Tínistar og Þú svona. veist, þetta er eins og með kringluna og smáralind og allt það Ég fer ekki ánga Ég fer ekki í Ég hef oft verið í verslunarmiðstöð kringlunum með þér. Já, Ekki bara drögl við yfir þarf IKEA að aftur en á Nei, my watch. guys, Ég var að vinna þannig meira í 5 ár. Ég fekk velun. Það tók mig átt Velun í mötunöndinu. Það tók mig 8 ár að læra á maturubúðuna í Mósbæ 8 ár að vita hvað hlutin eru geimdirar Ég Hvað, bara einhver litli matur? Ja, það er bara nóg fyrir mig Og ekki heldur en að ljúga okkur og farir ekki í kringluna. Við veitum þú hefur ekki Ég fer í kringluna fólk Ég þarna. sagði, ég passa mig á þessum stöðum Já, ok. Svona hérna, hvernig þú lappar getur breytt skapiðinu. Sem dæmi, það getur hjálpað þér að sveifla höndunum með þú ert í vondu skapi. Já, blístra Já, þannig að lapp. Svona svo Þorkell Máni, sveifla höndunum. Já, hann er alltaf Hann er vondur alltaf í vondu, ég hef aldrei séð henni góða skap. Nei, ég er bara sammála Byrju, Hann er að pakka stjórnari starrið saman. Þetta verður eitthvað trikk til að koma sér í gott skap. Lapp og sveifla höndunum. Það bara virkar ekki Nei, við erum með bara lappandi dæmi um það. Það er kjátt að þið. Og svo er það síðasta, karlkins gírafar drekka hlandið og kvenkins gírafum til að sína þeim að þeir séu til í tuskið. Þetta er manjur. Það er Já, bara það er með njúr, þú séu eitthvað auglistjósta manjur Þetta er sem sko- að blöðu komið með. Annarkvör vinnur hans Egils Hann alltaf er með þetta fettis Hann er Ég og mikið af vinum sem Það er með er þetta gírafar. pissufætti sko. Það er öðruglega hægt að Þetta vera er með algengasta fettis í heimi. Þetta og tásufettis í, það ekki? Já, þú ert alltaf bara að segja. Þú ert að segja, það er ekki fræðilegu möguleiki að það sé algengasta fettis í heimi að fólk sé að pissa okkur þannig Það er Nei, ekki ég kaupi það fræðilegu Já, þú veit, blöður átt verið með insane fact. Svo hann var margótt sagt að tásufettið er vinsælt og pissufettið, það er bara Ég hefði alltaf haldið að vera frekar búningar Fólk eða elskar að Ég hefði míga alltaf sig. BDSM væri 100 svona vinsællan alltaf míga á Þú sig fórst nú á einhverja svona ráðstefni. Fettisráðstefnu, Já, já. var mikið verið að tala um hlandar. Já, þar hitti ég náttúrulega konur sem var sko líka bara stunda það að vera með fótirásunum í rassinum á gömlu fólki sko Það var allur fjandinn þar Það er ekki að, ég get ekki metið þetta út frá þessari hátíð Rosa skrýtin Já, fettis. það var hræðilega sko, það var eftir 3 daga þar þú vildi fara heim Já. í fyrstu vil, ég get lofa þér Herði, en þá spyrir ég, hvað hefur sér kæft það? Þú er að reyna hrætt yfir þetta Jarðskjálfti upp á 15 myndir rúst á jörðinni, Jeff Bezos, það ríkur, svo Michael Jackson leiði supermarkað af því hann vildi labba með kerru, það rignir járni á Venus, meðal kallmaður endist 26 mínútur í verslunarferð áður hann verið pirraður, hvernig hún labba getur breytt skapiðinu og karlkins gírafar drekka hlandi úr kvenkins gírafum til að sína þeim séu til í tuskið. Sko, Egill, má ég taka fyrsta? Já, Ég ætla að gíska á Jackson já, út af því að Jackson í sér bull? Já, út af því að hann er búið til bull Hann er og búið hann til bull. hugsað mikið um Jackson Já, já Ég hugsa ekkert mikið um Jackson. og þú veist, Ég hugsa eðlilega daglega um þessi smíðan bull um Jackson. Já, það er nákvæmlega það sem ég er að gíska á Sko, ég er að hugsa það sem geti verið manjur er að 26 mínútur í verslunarferð labba og sveifla að kallkins gírafars. Þetta er þess að 3 ár hérna. Já, það næstu að koma helminginn. Lofa þér því að Ég Gírafar allt kjaftaði. Ég hefði gíska á gírafana, þeir eru ekki að míga framan í hvern annan til að Ég sagði það ekki, bara að drekka hlandið til að sína þeim séu til í tuskið. Já, Hlandið svona- eru örugglega bara á jörðinni. Það er svona Ég ætla að segja næstu að verslunarferðin sé horse manure. Það er rangt. Fuck! Báðum þetta vittlust í dag. Ég bjóð til að Gírafar? Nei, hvernig þú lappar getur ekkert breytt skapið. Eins og ég sagði með Mána. Já, þú varst búinn að nappa Ég veit að Klúðra þessu samt. hægur og heimskur. Já, fyrir mig eitthvað gott lag. Ég er í góðu skapið núna eftir þetta. Böndi, Steindi og Gils Í FM 95 Blö
Alla föstudaga. Það held ég þeirra að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957. Eins og áður komið fram erum við beinni útsendingu hér frá Keiluhöllinni. Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar ætla að gera allt vitlaust hér í kvöld. Þeir fara á svið klukkan 9 og það er nú eiginlega bara alltaf fyllast innan núna. Það er lið í Keilu og Ángríns, konur á barinn og... staðurinn er að fyllast. Hvaða kjafta er þetta? En það er, já, náttúrulega Víðir er búin að gefa grænt á fullan stað. Þannig að það verður... Ekki alveg fullan, 500. Já, ekki 2000. Er orðið 2000? Í Keiluhöllinni? Ég veit eitt hvað er að gerast. Það held ég allavega 1000. Já, það er alltaf nóg pláss fyrir liðið og eða ekki búin að plana kvöldið. Þá skora ég okkur að kíkja í Keiluhöllina að sjá Svessa og Halldór. En drengir, ég er spenntur. Já, það er komið að fellow kids. Það er komið að, hann er náttúrulega ekki bara hann. Við erum náttúrulega búin að vera í smá pásu út á tökunum. En ég er bara svo spenntur að fara í náttúrulega. Það er svo gaman að fá aðsend. Þetta er bara, ég ætla bara að taka það fram. Ég er ekki að skrifa neitt þetta. Ég er bara að fá þetta send. Já, þetta er svona talúlingarnir í dag. Já, þetta er basically bara dagskráliður sem er í rauninni í boði hlustenda. Já, við erum að reyna að stay young and fresh. Já, og ég er bara að senda í boði og þessi dagskráliður heitir How do you do fellow kids og ég heimta trailer. Ég heimta. Já, ekki allan samt. Alveg allavega 2/3. Ok, setjum hann aðeins á. Hvað eru þau að segja? Þetta er ekki kipt í mig, þetta er nett stöð. Surprise, motherfucker. Hey, how's it going? My name is... How do you do fellow kids? How do you do, fellow kids? Hvað eru þau að gera? Fucking right in my pussy. Let's do this. Ég var að henda nýja stöppin að tikka. Hvaða frasa eru ungu krakkarnir með? It's over 9,000. Það er stóra spurningi hvaða frasa eru ungu krakkandi með. Það er ekki meira. Já, þetta er sko, þú ert alltaf búin að rakka íl niður fyrir að vera með 2 mínútna trailer, svo gerur þú eitt sjálfur. Það er rosa skrítið. Ég skil ekki hvernig hann var svona langur. Ég ætlaði bara að reyna að gera 20 svona trailer. Hann var alveg 2 mínútur. Hvað er langt síðan að þú gerir trailerið? Já, sko, það er búið að skamma mig þá oft fyrir trailerana. Ok, að því erum að frí sumafrí. Þú mátt koma eitthvað geggjaðan þegar þú koma aftur úr sumafrí. Yes. Herru, ég segi að þetta sé eitt trailer mann. Já, við erum líka búin að lofa því, við ætlum að koma með 2 nýja dagskráraliði þegar við byrjum aftur. Má ég gera trailer fyrir virtasta dagskráraliði fyrir 95 blöð? Insane Facts. Já, it would be an honor. Insane Facts. En byrjuðu, ákveður ekki trailer? Það verður rosa. Ætlar að hafa hann á ennsku eða? Mér finnst það líklegt, ég hafði Insane Facts sem kom sétti. Herru, guys, það er komið að How do you do fellow kids? Ég byrja örglá. Do you wanna hear a fact? Sem fer í beint í skúter. Já. I got a fact for you. Og síðan kannski kem ég með fact inn í eitthvað steralag. Já. En hvað átt að segja? Það verður rosalega heiður að fá trailer á Sturlaðarstaðar. You wanna hear a fact? Hann verður spilaður einu sinni. I'm gonna give you a fact. Herru, Egil, mér langar að vera með í honum. Bara einu setning. Máttu vera með? Herru, allavega, við erum að fara í dagskráliðin How do you do fellow kids og Ötti, þú ert búin að vera Naskur. Já sko, það er eins og þú sért með puttan á púlsinu þegar kemur þessum krökkum. Það er bara þannig, sem úlingum. Það er reyna. Það er bara Young and fresh hérna. Herru, ég ætla að biðja hana Völu okkar, elsku Völu, að henda á How do you do fellow kids bettan. Hún er upp í stúdíói og hann byrjar hann er komin undir og hann er reyndar að gamla skólanum. Ég þarf kannski að finna einhvern new school betta. Ég píla af þetta. Ég líka maður, við erum risaðalur, ég er sendibóði. Hefur strákar, ég er mjög spenntur að heyra hvort þið vitið þetta. Ég get lofa ykkur því að það er ein mjög óvænt spurning hérna sem kom bara í gær og djöfull er ég spenntur að segja. Ég ætla ekki að byrja á henni. Við réttum upp hönd. Já, þið réttum bara hönd, við erum ekki með buzzer. Fyrsta spurning í How do you do fellow kids. Hvað þýðir frasinn að gunna brautina? Ötti blöð strax upp með höndina. Þetta, ég held þessi bara mjög létt að keyra mjög hratt heim. Já, en Keyra hratt. Fokk og byttu, ég ætla ekki að taka þetta að þér. Bara farið 2 séðan það? Nei, ég get ekki að taka þetta af hann. Það sagði vitlu. Að keyra hratt. Er það að loka svar? Það er komið 2 vitlusur. Jú, ég verð að gefa allir það, hvað ætlað þú að segja? Það er að fara hratt Reykjanesbrautina. Það er hárrétt! Það vantar í Reykjanesbrautina. Jú, nei, ég sagði að gunna brautina. Það þýðir að keyra hratt Reykjanesbrautina. Ok. Yes. Allir á Reykjanesinu vita hvað það þýðir og þeir sem eru svona, ferðasjúkir. Ég fæ hálfan. Þannig að tók ég blöð á technicality. Já, þetta grínast. 1-0 fyrir Gilsa. Já, það er bara þannig, staðfest. Herru, þetta hérna, nei, ég ætla að geima hann ennþá, ég ætla að geima hann aðeins, hún er svo geggu. Næsta spurning nummer 2, Ötti, þú þarft að rífa í gang. Hvað þýðir frasinn að vera dripping? Að vera dripping. Ötti, ætla þú að taka þetta strax? Ég er ekki með. Ok, ég ætla að gefa vísbendingu. Svíi, ég fekk þetta svona send. Du veit eftir dripping boy. Hei, du veit eftir dripping boy. Ok, ég ætla bara að skjóta á að setja svitna.
Gott gísk, ég hefði líklega gískað það sama. Það er ekki rétt. Egil, ég veit alltaf. Nei, ég veit þetta. Er það? Já. Má Má ég breyta Egil? Hvernig veist þetta? Ég man þetta allir, ég held ég veit þetta. Leifum að breyta ef maður veit það. Ok, er þetta bara illa svalur? Nei, ok. Kemur Við verðum að gefa einna mínustið fyrir. Nei, þegið. Ég er með mínustið, ég er með stig. Það á að vera 1-0 gilsi mínus 1 blöð. Er það, við gáum honum annars Dripping. Þú veit eftir dripping, Egil. Ekki meira. Hei blöð, tjöldu dripping. Þú ert mjög dripping núna blóðan. Horfa þess á mig eitthvað. Þú veit eftir dripping. Blöð graður. Það þýðir að vera í geggjuð átveiti. Að vera í flott. Ég var nálægt í. Þið voru báðir á því. Nálægt, þú sagði graður? Já, það var samt nálægt í. Það helst í hendublöð. Já, en máli er að þú veist. En hann, þú veist, ef þú horfir á okkur og segir Shit, hvað drippin maður, þá varstu bara í flottu fötum. Já, svalur. Já, næstu. Ég veist ég að það var rétt. Máli, þú sagði svalur, þú sagði graður, ég gef ykkur hálfan. Það er bara þannig, ég gef ykkur hálfan. Þetta var Gucci. Þú getur alveg verið ógeðslega flottu fötum, samt ekki verið graður. Já, þetta er 1,5 Þannig er staðan. Ég er ennþá in the lead. Herru, þessa fekk ég senda og það er svolítið erfitt að bera hana fram að því að Rikki situr þetta við borðið. Já, ný slífaður til hamingju með tattúriki. Já, til hamingju með tattúriki, það er skuggalegt. En hvað þýðir frasinn að vera rikkaður? Auðun Blöndal, upp með hönd í þriðja skipti. Það kemur ímest þetta greina, sko. Já. Það er nokkuð hlutur sem poppa upp Já. Það þarf ekki sko rétt, sko. Ég er annarkvort, þú veist annarkvort ofurölvi eða graður eða... ég ætla bara að stoppa þetta. Þú ert rosalega heitur þetta, sko. Ok, ég ætla að segja þú sett graður. Já, þú ert alveg rosalega heitur, sko. Bara megagraður. Já, ertu að tala að vera bara þess vegna alveg bara spólandi graður? Já, spólandi graður. Það er hárrétt hjá þér, Auðun Blöndal, það er spólandi graður. Nei, það getur ekki kæft það ekki. Ok, ég ætla að lesa núna. Ég ætla bara að segja þetta. Þetta er frá vinahópina. Þetta er Gabriel Ingi. Gef hann sjárat. Hann sendi Sællsteindi. Ég er með slang fyrir how do you do fellow kids. Ég er að lesa þetta beint á Instagram. Þetta er heitasta orðið hjá okkur á lagernum í rúmfó. Að vera rikkaður sem þýðir að vera spólandi graður. Orðið er kennt við Ríkar sem vinnur á útvarpi FM 957. Þetta er skilabóð sem ég ekki sett. Rikki, þú ert alveg legend þannig í rúmfó. Þetta grínast, þú fær 90% afslátt á mætaði. Lagergómandur umfattulegan, lít upp til Richard í dag. Það sjálfsögðu, þetta er hann slífaður, hvítur. En að spura, eru mennar, eins og Rikki var alltaf baki hann á dýnulegunum, menna það í því? Já, það er eitthvað spurning sem Gabriel þurfti eða bara að segja. Hefur þú bara haldið áfram í leikinn? Jó, ef Gabriel hlusta, má alveg senda mig svarið því. Herðu, þá er það... Ég er búinn að jafna. Já, það er 1-1. Nei, það er 1,5. Er jafnteflið það? 1,5, Herðu, ok. Þá erum við að tala eru 2 eftir bara? Shit, ég þarf að velja þetta. Ok, þessi er svolítið skemmtileg. 4. spurning í how do you do fellow kids? Hljóma svona, hvað þýðir frasinn að vera goated on the sticks? Goated on the sticks? Að vera, the goat, að vera the greatest of all time. Að vera goated on the sticks. Já, ég með þeirna. Ertu viss? Já, ég sé þú sett bestur á fjastringunni. Það er hárrétt, þetta er fyrir the gamers. Að vera goated on the sticks. Hvernig vissi the poop þetta? Að vera goated on the sticks. Þetta er PlayStation. Ég bjóð með Cuz og Svessatron. Að vera goated on the sticks. Hann er búið með gamers. Hann er basically Ég hef heilt einhvern maður réttum með the stick. Að vera geggjaður í tölvu og Réttum með the stick. fólk er að tala Warzone. Er fjastringin kölluð að stick? Já, sko analogarnir. Vera goated on the sticks. Analogarnir? Þetta er bara Getur bara jafnað. Þú áttir ekki breykið þetta. Það bjó með Sverri Bergman og Cuz, Digital Cuz. Þannig ég geti mestarlagi. Þú getur jafnað og já, ég ætla að segja líkundar sjálfur með þér. Þetta er svolítið skemmtilegt. Þetta er hvað sem henda mér. Já. Hvað þýðir frasinn að vera rúllandi rugglaður? Það segir það sig ekki pinna sjálf. Það segir sig svolítið sjálf sko, en þetta þýðir allt annað. Ok. Ég segi ekki allt annað. Segðu hvað allar segir. Þú réttur upp hönd. Hvað vildur þú segja? Ég ætla að segja mökkaður sko, það var of augljótt sko, rúllandi rugglaður sko. Hei Hvað? Hættu að gefa hún sér. Ég er að gefa hún smá vísbendingu bara. Ertu vel graður? Það er hárrétt. Það er að fólk sækir Steindi byrja að káa og setja tungun á sér út. Þetta kannski sveið ekki, þú er dómar. Ég varð að gefa hann séns. Það gaf mig smá vísbendingu. Ég setti tungun út. Ok, ég er með úrslitaspurningu. Sorry, ég er með úrslitaspurningu. Ok, þessi er endar
Hún er létt, ég ætla að viðurkenna, hún er skítlétt að við erum búin að fara aðeins yfir þetta með þess að hún er eiginlega, þetta er bara fyrstur réttur upp henn sko. Hvað þýðir að vera geitin? Blöndal, það er hárrétt, þú tókst þetta í dag Blöndal, auglýsingar, svo er það myndir verið kæst. Þú ert bara svo Þú er the king of how do you do fellow kids. Ég gaf þér hér 9-5 blöð á FM 957. Í samstæðinu við Keiluhöllina og þar erum við meitt stattir drengindi klukkan að vera 6 og við erum á leiðinni í sumarfríma. Djúður þetta búin að fljóta að liða. Já, það er líka Við hefðum jafnvel átt að vera bara með 3 tíma þátt svona síðasta þátt fyrir sumarfrí. Það er eitthvað spes að vera leiðinni frí. Við vinnum allt þetta sem við erum Við erum rugglaðir sko. Okkur þykir þetta erfitt. Já, okkur þykir erfitt að vera frí. En svona er þetta bara. Já, það verður bara. Ég er búin að plana sumarfrí eitthvað, Egill. Hvað þú að gera? Ég var náttúrulega búlliðaður í 10 vikna frí út á COVID. Já. Þannig ég er ekkert að fara að skella mér eitthvað Ég er frí, ég er bara að hjálpa að koma þjóðinni í form og tekur mér 1 dag í frí, það er ekki meira það. Nei, þú að gera eitthvað stefn? Nei, það er bara, þú veist, það er ekkert plana, ég er alltaf með 1-2 mánuða, þannig að ég er ekki að fara að nenna að hangi í bíl í 6 tíma og það er vesen með svona lítið, en ég er að reyna að redda með bústað, ef einhver veit bústað sem ég get leigt, það er allir bústaði farnir, ef einhver bara á eitthvað bústað, hann er til að leigja hann, þá er ég til að borga fyrir hann. Já, kíkjum upp í bústað. Já, við verðum að fullið saman næstu helgi. Það verður að vera sundlu í bústaðanum með það, ég heiti Pottur. Þetta verður að Pottur ekki reyna þetta, ekki sundlu. Nei, bara Pottur. Það er ekki að sundlu nála, það er bara Pottur. Það er bara þannig. Já, náttúrulega, þú mátt henda, við höfum tíma fyrir eina. Já, heyrðu, ég náttúrulega er með reddi. Ég er með kassið reddi, ég hef ekki að fara í það, akkur ekki. Það er 6 mínútur eftir. Herru, vindum okkur strax í það. Þetta er myndur fyrir kass. Ég ætla að sjá það í dag. Fyrsta spurning, hversu mikið mynduði borga til þess að vera bestu söngvarar landsins? Og ég veit að þið báðir, ég minna að þið eru báðir tónlistamenn. Við erum ágætis söngvarar. Þið eru ágætis söngvarar, þið eru stúdíósöngvarar, þið rettið ykkur. Hversu mikið góðir í góðu stúdíói með öflugan gæja sem er góður að mixa erum við helviti fínir. Já, það er ekki skömmi því Ég myndi borga slatta. Ég væri svo til í að vera besti söngur. En svona, ok, við reynum að vera einlægir og hugsa þetta í alvörunni. Ef þú myndir bara núna taka kortið þetta upp, fara hérna á posan, bara hérna á Keiluhöllinni á kortinu, ég get ekki borgað þetta. Nei, ok, þú millifærir ok, þú ert tölvun að opna, þú ert með peningin, þú mátt líka taka inn, þú getur tekið lán, þú mátt maksa þig, þú mátt fara í gjaldþrot þess vegna. Þetta fertugsamlega mitt er verið þess að Teddi borðar ekki 2 ár sko. Þú getur hugsað þetta líka hann, ok, ég eði aðleigunni, tek lán upp á endalist. Ég myndi borga, ég menna þú græði líka svo á því. Ég veit það, þú færið þetta tilbaka. Ég myndi segja 10 milljónir. Það er samt alveg hell líka frábæru sögur núti sem hafa ekkert að gera sko. Já, það er eitthvað sem segir mér samt að Öddi myndi alveg ná að spjara sig ágætlega með þróskunni. Ég myndi setja 10 milljónir fyrir 10 milljónir fyrir að vera besti söngvari Íslands. Já 10 milljónir. Þú myndi borga það upp bara á 3 helgum sko. Nei, mér finnst þetta að vera frekar lág upp. Ég ætla að vera hinskilna því að þú gætir fyllt bara hvað heldur þú að fá fyrir að fylla hörpuna 3-4 sem kom með miklu meira? Sko, Ingo Veðurguð sem einn af minni bestu vinum í dag hann tekur oft 7-8 gig á einu kvöldi og bara, hann getur ekki 14 gig. Já, það er ekki nóg að vera geggja söngur, þú ert að kunna semja lög. Það eru náttúrulega margir líka bara coversöngurar. Þú samtir án þín? Nei, samt ekki án þín. Og samtir Crazy Bastard líka. Þú þýttir það samt. Og samtir F95 blöðlagið. Þetta talaði niðurblóndi. Já, en cover er það góðu söngur að fólk borga fyrir að hlusta að syngja hvað sem er sko. Blöð ætti að setja 100 um borðið. Hann myndi rakin á þessu. Ég myndi líklega ekki rakin á mikið inn á þessu. Ég held þú allar að fara í að veðsita húsitt, bílinn, taka lán og vinna þetta upp. Ég myndi bara, ég þórið ekki. Nei, myndir ekki segja 20? Já, 20. 20 kúlur út besti söngvari landsins frá upphafi. 25. Sko ég held að ég myndi fá jafnmörg ef ekki færri gig en ég fæ í dag ef ég væri frábærsöngvari. Ég held að konceptið er verra, ég geti allir sungið, væri bara weird. Það er ekki að koma að sjá til að syngja. Fólki finnst gaman að heyra það öskra. Ég öskra bara fólki að borða hotla mat og það gengur mjög vel. Þannig ég ætla að borga 300 skall. 300 skall, já, þetta er borgað 25 miljónir. Já, það er smá munur á þessu. Herru, þá er það næsta. Önnur spurning, myndur fyrir kass. Mynduði borða hór úr hvor öðrum? Þú tækir bara vísifingur upp í nefið að agli. Já, ég veit það, þetta er viðbjöður. Sérstaklega í COVID sko. Já, COVID-hór. Það er alveg saman hvað sem COVID er. Myndið þið borða COVID-hór. Þið væri með COVID og þið myndið borða hór ykkur öðrum fyrir 1 milljón. Nei. 1 milljón, auðvitað. Þetta er sekundar sem þetta tekur. Já, feskur.
Milljón. Þegar Blöð segir þessi feskur, þá er hann ekki til. Hann er klíði, geti vissi það. En Egill, ætlar þú að taka 1.000.000 fyrir einn hór? Sko, hvernig er hórið það, Blöð? Bara ótrúlega venjulegt. Er það hart eða mjútt? Eða þú veist, eftir með Pokémon eða snott? Bara hart, ég veit það ekki. Ég er óða lítill hórkall ef ég var að finnst Já, við ætlum hvernig hór þú væri með. Þannig að maður sé með hór. Ekki með svona, ekki fyrir utan nefið. Og þetta er sko, ef ég get fengið hór frá Blöð og eitt sopa VS eða bara jagerskot, það var að gefa jagerskotinu. Þú mátt fá þig jagerskot. Já, ef þetta er ekki COVID-smittað þá myndi ég lífi þessu. Ég myndi gera þetta fyrir 1.000.000. Ég er COVID-free sko. Þú hefur gert allan fjandan. En fæ ég þetta í umslagi? Það hefði kallast bara áskorun í 70 mínútur sko. Já, ég segi það. Þetta er náttúrulega umslag sjálfsögðu. Ég var að reyna að vera eitthvað töff. Ég myndi gera þetta fyrir 1.000.000. Þetta er umslag, myndið báðið taka þetta? Ég myndi gera þetta fyrir hálfa. Já, ég má vera með jagerstöð klárt. Já, ég er að lækka hratt, ég ger þetta fyrir 100 skall. 100 skall? Farðu vallega, þú veist að það er að safna fyrir þetta, bara það er að safna í 100 skall bara í kvöld sko. Það leggur við ég gefur 100 skall og þú látið borða hór úr vöðvingjanum sko. 250. Það leggur við sko. Það fyndi kameri sko. Nei, ég gæti það ekki. Ef ég mætti taka upp núna bara einsta eina þreytt er að Gilsarinn fær ekki hór sko. Þannig ég til að fá að lána hór úr okkur öðrum. Já, þú færði ekki hór. Já, það er helvítið þægilegt fyrir þig. Þú færði ekki hór. Færði ekki hór, þegið þig. Heyrðu, það var að síðasta. Heyrðu, nú ætla ég bara að fá að vera þegar ég er að koma á fríi. Fríi, segi það nú. Þetta er síðasta spurningin fyrir sumarfrí. Já, ég er á leiðinni frí. Eins gott að sé góð sko. Já, nú ætla ég að vera bara líka að fá að vera algjörlega heiðalegur. Þetta er heiðaleg spurning. Mynduð þið fá helvitis njálgin fyrir 6 milljónir, já eða nei? Hvað maður lengi með njálg? Já, það er alveg 3-4 manna process og allt í fristi og vesen. 6 milljón. Fristi og vesen. Límband á rassinn og... Nei, 6 milljónir. Límband á rassinn. Já, ég myndi að gera það 6 milljónir. 6 milljónir? Já, takk eitt njálg. Það er fólk að fá njálg og fær ekki krónu. Ég er að Pétur Jóhann fekk hann frýtt. Já. Þannig já, þetta var fallið spurning svona rétt fyrir sumarfrí. En getið sleppt þess að límband á rassinn? Nei, það er aðalega gert bara til að finna hvort þú sett með. Það er fókitt, gæði mér að 6. Já, þú veist alltaf að sett með og þarft ekki að gera límbandi. Það er komið að lokum hjá okkur í dag, kæru hlustendur. Takk fyrir að hlusta og takk fyrir að hlusta bara þetta sísonið. Við erum farin í sumarfrí og enn og aftur og hvetjum ykkur til að kíkja í Keiluhöllina í kvöld og líka bara ætla að fá okkur pítsu. Við fengum okkur shaken pizza hérna og þetta eru bestu pítsu landsins, staðfest. Það er svoleiðis. Ríkalega gott. Ég mæli með Banderas. Sturlað, heyri strákar, ég ætla að nýta tíman og ég er með smá yfirlýsingu. Já, við erum að kveðja bara hérna. Já, ég ætla samt, ég verði að segja smá yfirlýsingu. Ég nenni ekki, það er verið að sækja mig. Ég er með góða fréttir. Hvað? Af því að það er COVID og það eru margir að hugsa, já, hvað gerist í því? Hverju verður frestað og hvað dettur niður eins og landsmót hestamann og fleira. Það verður marathon í ár. Já, ok. Það verður Reykjavíkur marathoni verður í ár og það er staðfest og ég hef ákveðið að taka þátt í því. Ég ætla að hlaupa. Hvað ætlar að taka mikið? Og já, ég er reyndar aðeins að ákveða hvað ég ætla að hlaupa mikið. Mér finnst eins og ég hef hlaupið hálfmarathon, þannig að mér finnst eins og ég þurfa að hlaupa heilt, en ég veit ekki alveg hvort að ég sé með líkamann í það. Ég ætla að leyfa að ég kom í ljós. Ætlar að fara heilt marathon? Ég er að spá í því. Það ég myndi bara alls ekki gera það. Já, ég er andlit herferðar í ár. Mér finnst eins og ég að sé pressa á mér að 55? Já. Hlaupa 5, er það í boði? Krakka Nei, það er eitthvað krakka sem hlaupa 5. Það ég get ekki 5 kilometrar. Auðvitað, þú getur hlaupið meir en 5 sko. Og þú ert ekki hlaupa. Ég myndi ekki nenni meira. En sko herðu, talandi það er jam í kvöld hjá einhverjum og við erum með nýjustu útgáfan á jam í kvöld. Vissir þú því, Ingi Báur og félagar. Já, hann heyrði mér daginn og spurði hvort hann mætti gera remix með couple of young ones, Sierra Bjössa og fleiri meisturum. Það er great honor. Við erum bara að henda þessu bara núna, þessi síðasta lag. Já, hvað segjum við? Seasons? Nei, þetta er ekki season. Þetta er ekki sánaða frí. Mætum við byrjun ágúst. Ég fíla að kalla þetta season. Season is over. Season 2 er að fara að hefjast eftir sumar. Einu spurningin erum við live from þjóðhátíð eða erum við bara live from Suðurlandsbraut? Það verður bara komið ljós. Það veit ekki. Ég segi við verum ekki, ef það er ekki þjóðhátíð, þá verður við live einhverstað frá einhverjum crazy place. Já, við verðum einhverstað. Nei, það er bara, ég veit ekki hvað verður þjóðhátíð? Verður þjóðhátíð? Ég ætla að elska þetta kostu að blöð. Það veit kannski enginn. Við ætlum að verðum á einhverjum crazy place í byrjun ágúst. Takk fyrir hlustuna, við heyrumst eftir sumarfrí. Við ætlum að fá jammi í kvöld. Retta okkur þangað, það er örglega þetta. Hey, ég ætla eftir að jamma. Hlaðvarp FM 95 Blö.